Já, velkomin að Rauðaborðinu. Það verður margt í þessu þætti í kvöld. Hérna í lokþátturins þá talar María Pétursdóttir við hana Kristínu Davíðsdóttur skaðamengun, ummönnun við sprautufíkla, hvernig er hægt að sinna þeim. Kristín er hjúkrunarfræðingur á Landspítalanum. Ræðum stöðu þessa viðkvæma hóps. Eva H. Ernudóttir, hún er prófessor í stjórnmálafræði. Hún ætlar að koma hingað og spjalla við mig stöðu flokkana og ríkisstjórnarinnar. Hún hefur tekið þátt í kosningaransóknum sem er orðin heljarinnar bálkur sem hann er 40 ára aftur í tíman. Við ætlum ræða saman svona hvernig flokkanir hafa það og ríkisstjórnin, en ekki séu kannski hvernig kjósendur hafa það sem eru alltaf að leita að einhverju til að kjósa. Skoðum kannski svona hvaða kjósendur það eru sem eru að fara frá flokkum og til hvaða flokka þeir fara. Hilmar Þór Björnsson er arkitekt, hann tekur þátt í umræðu skipulagsmál og borgarlínu. Hann er hrifinn af borgarlínu, hann er líka ekki hrifinn af borgarlínu og ég ætla að ræða við hann þetta mál. Kannski höldum við svo áfram eitthvað að ræða borgarlínu sem er náttúrulega gríðarlega stórt mál, gríðarlega kostnaðsamt og mun hafa áhrif á uppbyggingu höfuðborgarsvæðisins. Ragnar Þór Ingólfsson kemur hérna eftir, hann er ekki kátur í dag eins og margir. Verðbólgan, mæling á verðbólgunni birtist í morgun, hún er hærri núna en hún verið sinni í september 2009. Ég veit ekki hvað það fólk mann þann tíma, þá var nú bara láfið að búsaldabildi ekki var ennþá í gangi. Það var sjokk eftir bankahrunið 2008. Varla liðið ár síðan að allt bankakerfi hrundi yfir íslensku þjóðina og allt í ólestri og efasemdir að hvort að við kæmust út úr þessu. Við erum þar. Ragnar mun líka tala fyrirsjáanlega vaxtahækkun Seðlabankans sem að ég býst við að hann sé ekki ánægður með og kannski hvaða áhrif þetta hefur á verkalýðshreyfinguna. Hann skrifaði grein í dag þar sem hann talaði að krafan að verðbólgan færi ekki á skrið hefði átt að vera inn í samningunum, en það tókst ekki. Það tókst ekki að binda ríkisstjórn og fyrirtækjaeigendur inni í baráttunum það að halda verðbólgunni niðri og því fyrirséð að verðbólga mun á samningstímanum fara yfir þau mörk sem að Ragnar taldi vera eðlileg. En við heyrum það eftir, en við byrjum á fréttum dagsins og það vil svo til að Ásgeir Brynjar Torfason er hérna sem til að ræða kannski aðalfrétt dagsins sem er þessi verðbólga og það er ekki stemming í samfélaginu. Seðlabankastjóri er búin að vera að segja okkur hérna trekk í trekk að hann sé að ná niður verðbólgunum með að hækka vexti, en nú hljótu fólk að bara spyrja, dugar það eitthvað til að halda verðbólgunum niðri að hækka vextina? Já, Breki formaður Neytendasamtakanna sagði í beinni útsendingu í sjónvarpsfréttunum að það gera sama hlutin aftur og aftur og búast við annarri útkomu væri einhvers konar skilgreining á brjálæði. Gylfi Soga sem er nú hættur í peningastefnunefndinni var á Sprengisandinum í gær og það er nú oft merkilegt það sem hann segja þegar þeir eru komnir út úr svona embættum þar sem að þeir eru múlbindast aðeins og hann kom líka í fréttunum á hann. Það er af beggja þeirra hálfu samt búist við að það verði hækkað meira. En Hættuði bankar eru byrjað að tala 1% stig að vextinni fari upp í 7,5. Já, sko jafnvel meira. Það er eiginlega tvennt. Ég ætla að segja þér frá sögu frá 2006 sem ég hef mjög fáum sagt frá því ég geymdi hana. Það var gamall vinnur minn eða kollegi frá Svíþjóð sem sagði mér frá því eftir bankahrunið, svona 2009 það leyti sem var svona mikil verðbólga að hann hafði komið hér með norrænum hópi fjárfesta lífeyrissjóða hérna og var í heimsókn í Seðlabankanum í maí mánuði 2006 og hann lýsti fyrir mér þetta var byrjunin á mínikrísunni svokölluðu sem allir eru búin að gleyma. Íslandskreppunni vorið 2006. Hann lýsti fyrir mér hvernig þeir hefðu orðið vitni af því að allt í hennu sjá þannig morgunin fólk hlaupandum gangana inn í þessari virðulegu stofnun að því þá var eins og dagurinn í dag morgunin
birtar nýjar verðbólgutölur sem voru meira en menn reiknuðu með og ég ætla ekki að gíska á hvort það hefur verið álíka ástand í morgun niður í Kalkósveginum en miðað við það sem hefur verið sagt að þá er þetta eiginlega hræðilegustu fréttir sem við höfum fengið lengi. Langatíð. Af því að þetta gefur það til kynna að hún er það sem er talað á fámálinu svona að festast í sessi sem er hræðilega erfitt að bregðast við. Og ég veit ekki, ég var að hugsa hún er út allt líka, því að húsnæðisliðurinn hann er ekki vandamáli lengur. Nei, og sko hann er útsölunar er reyndar svolítið, það eru vega þungtað útsölur og þá eru skór og föt og svo húsnæði og heimilistæki og svona dót sem er á útsölum að það hækkar mikið. Já, gremmiti hækka 4%. Sko. Það er engin rök fyrir því, sko. Og ég, sko, án húsnæðisliðarins að þá er hún sko að hækka ennþá meira. Þannig að sko, 20% verðbólgur hraði ef þú tekur húsnæðisliðin í burtu sem er bara sem að við höfum ekki séð á þessari öld sko. og menn voru nú hér að státa sig af því að velja opinberum plokkum frá fjármálaráðuneytinu fleiru í fjármálaáætlun og að verðbólgan hér væri minnst á samræmda mælikvarðan. Núna erum við búin að hlaupa upp þann lista, við erum með 11-12 lönd fyrir neðan okkur. Komin á slóður við Danmerkur og Holland sem voru að glíma við sko hryllilega verðbólgu þetta fyrir skömmu síðan. Já, þannig að sko að þetta er mjög vontíðindi. Já. Og ég held sko, ég veit ekki, ég var að reyna að hugsa hvað þeir hafi verið að hugsa, hvað þeir hafi haldið og ef þeir hafa haldið að það að ná húsnæðisverðinu niður að þá myndi sá þáttur hjálpaði með hann á hinn niður að þá væri ekki verið að horfa á rétta að bolta inn á vellinum að því að sko það eru eins og að allir hafi ætlað sér að hækka til að verða öryggir og það var einhvern veginn eins og mér virðist einhvern veginn búin til óvinnur úr einhver einni konu sem leiðir eitt verkalýðsfélag sem er það eina sem er ekki búið að segja mig eins og að verðbólgan kæmi einhvern veginn þaðan eða út af þeim sko þessi orðræði sem er búin að vera í gangi allt síðasta ár og jável frá því fyrir kosningana sem var mjög alvarlegt orðræða innan úr Seðlabankanum. Það væri svo kallar aðilar vinnumarkað sem að vera að knýja verðbólgan áfram. Já og síðan náttúrulega líka bætist ofan á það eins og við bendum nú ansi harkalega á í síðasta álitinu sem ég gerði í fjármálaráðinu áður en ég hætti í því síðasta vor og birtist enn betur í fjárlögunum í haust að það að halda áfram að reka ríkissjóðinn með svona miklum halla þegar að það kom meiri segja sko svona smá hvalreki inn í ríkissjóðinn vegna verðbólgunar á síðasta ári hann hefði verið hægt að nota á ýmsan hátt en sko það sem birtist í fjármálaáætlunum síðasta vor hallarekstur út allt kjörtímabilið og síðan það sem birtist í fjárlögunum, fjáraukalögunum og öllum þessum auknu útgjöldum þar að segja sem byggjast á því að loka ekki gatin á milli tekna og gjalda og nýta síðan verðbólgu fróðuna sem kemur inn í ríkissjóð í smá tíma til að láta þetta líta einhvern veginn aðeins betur út í smá tíma. Þetta eru allt dæmi sem að eru bara að springa út núna á mjög slæman hátt og eina góða við það er að nú eru allir farnir að viðkenna heyrist mér þegar það er verið að tala við hagfræðingarna úr hinum bönkunum og svona þetta sem við höfum nú talað hér við rauðaborðið á annað ár að þetta verða að koma aðgerðir ríkisstjórnarinnar á móti og þetta er að bitna á þeim sem að verst skildi það hagdeildir bankan eru byrjað að halda þessu fram já, það er alveg nýtt, það er einn af viðsnúningunum núna sko. Og það gefur mér til kynna að menn hafa hreinlega sko verið að horfa á einhverjar makrótölur, heildartölur heildarsparnað sem var safnaðist upp í COVID og síðan að heildarskuldir heimilana hafi ekki verið aukast en menn bara klikka algjörlega á því að skoða undirlið að því að það er að því að efri helmingurinn er að borga niður húsnæðisskuldina sínar jável með skattaafslætti og nýta sparnaðin í það meðan að neðri helmingurinn er bara að sko ganga á sparnaðin sinn til að borga fyrir húsnæðið skuldsetja sig í yfirdrætti eða getur þú bara ekki skuldsetja sig vegna þess að færi ekki að fara inn á húsnæðismarkaðin og getur síðan jafnvel ekki einu sinni núna með hertu reglunum
skuldbreytt lánunum úr óverðtryggðum lánum í verðtryggð sem á að vera einhvers konar lausn sem Seðlabankinn var furðulega mikið að tala hér líka inn á þingnefndarfundinum fyrir viku að eins og það væri lausn að fara tilbaka yfir í en fólk fær ekki eins og greiðslumat en tekjulegst og get ekki verður þess að fá ekki greiðslumat til þess að fara yfir en þetta er í raun og bara hræðilegt ástand Ásgeir, það að reka ríkissjóð með halla í góðari, miklum hagvexti og mikilli verðbólgu það er bara næstu því glæpsamlegt það er alveg hræðilegt það er bara hræðilegt og það kemur í hausin á fólki og það er að koma í hausin á fólki núna og að hækka ekki skattana til að draga úr þenslu á efri helmingin það er líka mist tækifæri ég býstu að þú ætlar ekki að mæla með því að það verði skorið niður ríkisútgjöld að loka gatinu það verður að afla tekna Já og sko það eru náttúrulega allir ríkissjóður út allan heim búin að vera endur með þetta útgjöld sín að það verður að hætta að eyða í sumt til þess að geta eitt í annað og ekki einfalda leiðin að skera bara niður alla framkvæmdir og gera eins og við gerum eftir hrun að láta veginn að drabbast það vantar fókus á það hvaða áhrif ríkisútgjöldin hafa á verðbólguna þó má segja það að seðlabankastjóri hefur verið að benda á þetta að það vanti aðgeri frá hálfu ríkisins ríkissjóðs það sé ekki nóg að hækka vexti annað sem að þú ert að segja er að sko ástæða fyrir verðhækkunum að menn hafa verið að einblína of mikið á vinnumarkaðinn og launahækkanir en það sé að koma í ljós núna og síðast að ástæðan er bara það að vera að hækka verð á vöru og þjónustu og gjaldskrám opinberra aðila sem að knýra áfram verðbólguna og grefur undan kaupmætti almennings. Og þetta er sko, núna heyrði maður líka í fréttunum í dag meira, og undanfarið aðeins, sem sagt meira fara að tala að hér sé fákeppni og hér skorti meiri samkeppni. Það er ekki hægt að koma henni á núna 1, 2 og 3 til að takast á þessa verðbólgu sko. Það er full seint í rassinn gripið með það. Ok, þá ef að við gerum það fyrir að ríkisstjórnin haldi áfram það sem hún hefur gert, sem er að gera sáralítið, þá er bara eftir lögbóðin skylda Seðlabankans að reyna að berja niður verðbólgu og þeir eru bara eitt tæki, fyrst og fremst, sem er að hækka vexti og þá munu vextir hækka og þeir munu hækka og það munu ekki stoppa verðbólguna, þeir munu bara áfram að hækka og hvað myndi það enda? Mun Seðlabankinni keyra íslenskt hagkerfi niður í kreppu með hækkun vaxta? Já, sko, Seðlabankarnir út í heimi hafa verið að reyna að ná þessu jafnvægi að því að það er alveg vita, það er náttúrulega kælingar markmið er að draga úr þenslunni en að reyna að gera það hæfilega þannig að þú brjótir ekki niður og hér fari gjaldþrot og uppsagnir að því að sko, það eru þá orðnar enn hræðilegar afleiðingar en ég veitna mestara áhyggjur núna af því að það geti gerst mjög hratt, mjög slæmar og alvarlegar afleiðingar fyrir skuldsett heimili og af þessum verðbólgufróðunni sem að kom upp á einhverja 80 milljarða í haust var sett einhverju 5 eða 7 milljarðar inn í húsnæðis vaxtabæturnar. Það er nokkuð vita meira sér forsætisráðherra held ég að við viðurkennt það á þinginu í dag að það sé ekki markmið leigubótana að feta leigufélögin þannig að sko en þetta er bara allt of seint verið að taka á öllum þessum liðum og það sem að veldur mér mestum vonbrigðum af því að Seðlabankarnir út í heimi eru búnir að vera að breyta sér mjög hratt frá 2016 varðandi það einblína betur á ójöfnuð af afleiðingum þeirra að hér virðast menn bara hreinlega ekki neitt hafa verið að horfa á það heldur bara á makrótölunar og heildartölunar og verða síðan meðan við þetta bara voðalega hissa að það sé ekki að ganga að ná verðbólgunni niður meðan að hún er með við þessar svona makró og mikrotölur að fara að halda áfram að sko býta enn meira og heimili geta kannski þolað nokkra mánuði vonandi að þetta sé kúfur og þetta eins og er búið að vera að gefa hér til kynna úr opinberum skýrslum og opinberum samskiptum Seðlabankans að þetta sé nú að fara niður á við og forsendur í kjarasamningu jável taldar vera bara resta núna því að þar var meðan við að verðbólgan niður í 6% í lok þess árs. Hún gæti verið honum 12%. Það var gert ráð fyrir sko 5,6% verðbólgu yfir árið meðaltali. Núna tvöfalt meiri núna. Já, það sem að menn voru að skjóta á í dag og hún var í lok ársins því svona milli kannski 6 og 7%. Það þýðir hún verður 8,5% yfir árið sem að þýðir 3% meiri verðbólga heldur en var gert ráð fyrir og það mun vera borgað með kjaraskerðingu vegna þess að það er ekki gert ráð fyrir
nema það að bara þetta rétt haldi yfir verðbólguna þar hækkarinn sem var samið Já, og sko við erum að horfa núna upp á það að svona þessi vefur samfélagsins sem, þú veist, minn besti kennari, elsti kennari sem að byrjaði alltaf kennslun á því að tala sko, hvað sérðu fyrir þau og sérðu hagkerfið og svo útskýrðan fyrir okkur og ég hef reynd að gera þetta í útskýrði fyrir nefndu, þetta eru samningar á milli allra, þú veist, þegar þú kaupir eitthvað út í búð, það er samningur og þú borgar og vísa og þegar þú skrifar undir vinnusamning launin, þetta allt hagkerfið byggt upp á samningum, lánasamningurinn í húsi, leigusamningurinn og allt yfir árið og hvort annað og sko þessi vefur ef þú horfir á svona stóran kóngulóarvef sko, hann getur þolað ansi mikið af vindi og drasli sem fíkur í hann og svona, hann er mjög sveigjanlegur og það, svo svona slitna ef hann er vel nýttur svo slitna svona kannski einstaka en ef þú hefur gripið í svona vef með krumlu að að sko, og það er það sem að gerist í svona fjármálahrunum meðal annars að þá byrja gjaldþrot bankar að falla og ég bara er búin að vera að horfa svolítið á þetta í dag að sko ef að afleiðingarnar þessu fara að verða svona sko raðir af slitnandi þráðum hér og þar að þá er mjög erfitt að Veistu þú ljómar eins og stikla af hryllismynd. Þið ætti að vera hrædd, þið ætti að vera mjög hrædd. Já, en ok, þá ætla ég að reyna að ljúka þessu á uppbyggilegan hátt. Ég var nú síðast að vísi, sko, ég er að lesa þessa 770 síðnur Lifa með öldin Jóhannes Nordal sem er frábær lesning og það er hægt að læra margt af sögunni. En eins og ég sagði þá ekki handbók til að hvernig ábreiðast við núna. Við lifum í nýjum heimi og við lifum í nýjum aðstæðum, við lifum í miðjum svona vendipunkti eins og eftir 1918, 1919 heimsfaraldur og stríð og kreppu og stríð það sem að þarf núna að það verða allir að hjálpa stað við að komast út úr þessu það verða allir að létta aðeins af sínum kröfum en það er ekki hægt að segja við einn aðilan að hann eigi að taka á sig núna 9%, 10%. Fátækasta fólki minnur það. Já, sem og fólk getur ekki hægt að kaupa gremmeti því það hækkaði 5% og kaupa bara eitthvað drasla því það hækkaði bara 3%. Sko. Bankarnir hér eru búin að vera að hækka vextina jafn mikið á stýrivexti Seðlabankans. Bankar út í Skandinavíu, ég skora bara á menn að skoða hvað bankar út í Skandinavíu, þeir hækka hluta af hækkun stýrivexta Seðlabankans þó að Seðlabanki þar sé nú bara í þriðjungi eða fjórðungi af stýrivextunum hér sko, og búðirnar sem eru að selja hér matinn og eru hættar að hafa starfsfólk á kössunum að afgreiða og við erum að gera þetta sjálf hvað eru þær búin að lækka verði fyrir þetta við erum að gera vinnuna sjálf Þeir eru búin að hækka það meira, það hefur komið fram hjá Samkeppniseftirlitinu að álagningi í dagvöruverslun hefur hækkað. Og Síminn sem að seldi úr landi staurana mösturinn okkar. Nei, sko, þá verðum við að skattleggja þá arðgreiðslu eða þjóðnýta bara fyrirtækið ef þeir ætla að haga sér svona áfram. Því að sko, og það er ekkert mál að setja 70% skatt á ofurlaun bara, það verða allir að bregðast við núna og ég meina, fólk mun verða fyrir kjara skerðingu, hafið engar ráðgjör af því bara vilja stjórnendur efnahagsmála í landinu gera það þannig að það verði hraktar hér út einhverjar þúsundir heimila í sko að geta ekki endur fjármagna lánin sín og geta ekki borgað af þeim af algjörlega manngerðum aðgerðum. Þetta er ekki eins og 2008 og menn verða að muna hvað eru búin að vera að segja og síðan þegar það kemur í ljós að það sem þeir hafa haldið með það sem þeir sögðu stenst ekki að þá verða aðgerðirnar að breytast út frá því sem að hvernig aðstæðan hefur breyst og já, mér þykir sko fyrirtækjaeigendurnir ansi kræfir skulum ekki fara að tala verkbannsboðunina og þann leik sko að eldi heldur
þessar hækkanir. Já, hækkanir. Það eitthvað sem hækkar, það eru fyrirtækjum sem hafa hækkað. Já. Og það eina leiðin, eins og ég sagði, man ekki hvort það var hér í Silfrinu, sko, þetta eru 3 aðilar, launþegar, launagreiðendur og skattgreiðendur, eða ríkið, hefur opinbera, og þessir 3 aðilar verða allir að sætta sig við niðurstöðu og ég legg það til að menn hjálpist að komast að niðurstöðu og reyni að ná þá jafnvægi og hvernig þessu verði skipt á milli til þess að þessi verðbólgu ógn stöðvist eins og verið að gera út allan heim og gengur bara ágætlega víða heim. Það er alltaf góð leið að gera eins og það sem að gengi vel, ekki öðruvísi. Já. Herðu Ásgeir, þakka kærlega fyrir að koma hingað á þessum svarta mánudegi þegar að komið ljós að verðbólgan á Íslandi er orðin hærri en hún var 2009 eða í október 2009, hún er jafn á og hún var í september 2009. En María, hefur við að tala meira verðbólgu? Já, þetta er svolítið svona, maður veltir því fyrir sér mitt, sko, allir þurfa að leggjast á áróðnar. Almenningur náttúrulega kannski getur ekki beint lagst á áróðnar á annan hátt en það sem hann er neyddur til þess að leggjast á áróðnar. Hann náttúrulega bara neyðist til þess að kaupa dýrari matvæli og spara við sig í innkaupum kannski þess svona að því bara tekjur heimilisins stuðu ekki. Þú veist, það er allavega þannig að mér finnst kannski pínlítið ósanngjarnt að tala um að allir eiga leggjast á áróðnar þannig. Nei, en þeir sem að geta. Þeir sem að geta. Það vilja orða það þannig. Já, eiginlega orða það þannig. En þetta er líka mjög alvarlegt. Við vorum að fjalla náttúrulega um þetta á fréttavefnum okkar samstöðinni. Þá vorum við að draga fram hvernig verðbólga núna er að éta upp kaupmáttin. Einmitt. Svona með framferð sem horfir og þá verður öll hækkun, bæði sko launahækkunin sem var samið og líka aðgerðapakki ríkisstjórnarinnar horfin í mitt sumar og þá er ennþá eftir halvt ára samningunum sem er reyndar sko eiginlega óhugsandi að gerist því að ríkisstjórnin verður að stíga fram og hækka eða lækka skatt af lægstu tekjum einhvern tímann, mitt ára eða eitthvað eins og gerði reyndar, hún hækkaði bætur meðan að húsnæðisbætur mitt ára í fyrra, það hlýtur að koma eitthvað slíkt. Já, Guðmundur Helgi Þórarinsson formaður vélstjóra og málmtæknimanna er stíðin fram og segir bara Já, það var á RÚV í kvöld. Já, bara hann segir að forsendu brostnar. Hann er nú með bara samningin sinn í atkvæðagreiðslu. Já. Það er atkvæðagreiðsla til 10. mars sjómannasamningin og þetta náttúrulega riðlar öllum samningum þessi tíðindi og eins og Ásgeir Brynja benti að ná að þá er þetta alvarlegt tíðindi, þetta er ekki bara eitthvað svona sjónarmunur það er mjög alvarlegt að verðbólgan okkar sé í svona miklum hraða og mikillir röðun við bentum líka á það, tókum að verðbólgur hraðan, það sem hvað er hækkun á milli mánaða ígildi mikill hækkun á ári og ef við tökum húsnæðisliðin frá að þá er þetta á bara skömmun tíma þá er þetta að fara úr einhverju sko 8% hraða upp í 20%. Akkurat. Þannig að ég veit ekki. En Ásgeir var að tala um að allir þyrftu að setjast niður og ákveða raunverulega, hann er að leggja til að verði breytt stefnu Seðlabankans, stefnu ríkisstjórnarinnar ég held að það þurfi náttúrulega bara samtaka atvinnulífsins þannig að það þurfi eiginlega bara skipt heilabú í öllu þessu fólki. Ég held að það þurfi ég er alveg sammálan, ég held að það þurfi að gerast. En heldur það gerist? Nei, ég held ekki. Þetta situr náttúrulega líka sko kjaramálin, þau eru niður í Karphúsi þar sem að Ástráður Haraldsson er að ræða við þau nýja miðlunartillögu. Mér heyrist og sýnist á umræðinni að það verði erfiðara fyrir hann að sannfæra samtök atvinnulífsins. Já, mér heyrist það búið að vera þannig svolítið bara frá upphafi að það séu samtök atvinnulífsins sem eru í þessu tilfelli sá aðili sem að vill ekki semja. Þannig að sko til þess að búa til miðlunartillögu sem er miðlunartillaga þá verður að fara frá kröfum samtök atvinnulífsins. Og ég held að vandi hans sé að
láta samtök atvinnulífsins kyngja því já, að þau verði að þau geti ekki ráð þessu einn. að mæta Eflingu, þó ekki verið nema að hafa Einmitt. sama kostnaðar sami kostnaður fyrirtæki í Reykjavík eins og Já, fyrirtæki út á landi, það er nú komið fram, ég held að Moggin hafi mér sem hefur verið með það í dag, já, sem að sýndi hvað aldursópurinn hjá Eflingu er ungur já, og hvað er lítill starfsaldur þannig og þetta er svona rökin fyrir því að það þurfi að vera að koma fram meiri hækkun fyrr heldur en áður. einmitt. Ég held að sé erfitt fyrir hann að sannfæra samtök atvinnulífsins að kyngja þessu, Já. en þó sé það mest vegna þess að til þess að fá miðlunartillöguna samþykkta hjá Eflingu að þá þarf að vera það sem að var í hinni miðlunartillögunni sem væri að hækkanirnar taki gildi 1. nóvember og það samtök atvinnulífsins erfitt með að setja sig við því að reglan hjá þeim á að vera svo að ef þú ferð í verkfall við okkur þá ferð enga afturvirkni. Nei, einmitt. Þannig ég veit ekki, það kemur bara í ljós eftir kannski þetta er komið í ljós, þannig að þetta úrildi sem við verum að segja, bara við verum að segja það. Já, já, einmitt. En SA frestaði verkbanninu. Já, þeir eru búin að fresta verkbanninu. Ég held að það verið vegna þess að þetta verkbann meikar enga sens. Nei, það er spurning hvort það verið ekki bara dæmt ólöglegt líka. Nei, líka það bara sem baráttutæki þá ef að þú hótar verkfall á mig einhverjum 700 manns og ég hóta þá á móti verkbanni fyrir 21.000, Þetta bara passar ekki. Nei, og þetta er komið í ljós að það eru mörg fyrirtæki sem er erfiðleikum með að kyngja þessu. Já, einmitt. Og þá kemur í ljós, segjum að það voru nýjar tölur sem að sögðu að það veri 80% fyrirtækjana og það var ekki verið að tala um peningana sem að gusu. Heldur að veri 80% fyrirtækja sem samþýttu það. Það voru 20% sem samþýttuð ekki. Og ég sé ekki alveg hvernig SA ætlar að neyða menn. Nei. Og það náttúrulega eftir að koma í ljós í félagsdómi, það sem að eina rökum Alþýðusambandsins og Eflingar er að SA hafi raunverulega ekki heimild til þess að boða verkbann. Já. Að það verði að vera nær þeim sem að ber skaðan eins og er í verkvalli. Ég get ekki kosið að þú færi í verkvall. Heldur verður bara það fólk sem á að fara í verkvall að kjósa. Og það eigi að hluta til við þetta að SA sé bara of hátt. ASÍ er til dæmis ekki með verkvalls, getur ekki bóða verkvall, ekki starfsgreinasambandið. Þetta verður að vera félögin sjálf. Já. Og í tilfelli SA ætti það raunverulega bara að vera fyrirtækin, hvert fyrir sig sem er samþykkið það. Að það heildarsamtök eins og SA get ekki gert það. Nei, einmitt. Það er eina rökunum sem að SA hefur til morguns að svara núna. Hinn rökin eru þau að það sé óheimilt að láta til dæmis Samherja sem er ekki með eina starfsemi í Reykjavík, ekki Eflingafólk í vinnu, að það geti kosið. Einmitt. Þannig að já, þetta er svolítið svona allt við þetta svolítið langsótt. Já, það er svona lögfræðin í þessu, en taktikinn að ég skerað með fæturnar að því að þú stakst flís í stórutan á mér. Já, ég held að sko... Já, þetta er svolítið þannig svona einmitt í einhvern veginn hlutföllunum. Já, þú heyrir enga að verja þetta. Nei, einmitt. Það bara þögnum þetta og ég held að málið sé bara þessi hugmynd sem að verkbannið er. Já. Venjist alveg hryllilega illa. Já, einmitt. Einmitt. En það var önnum málið en Ólafur Helgu. Já. Það var frestað, eða ekki beint, sko. Heldur á fyrsta taka fyrir frávísunartillögu sem er það að málið sé eiginlega bara það sé alla dagsetningar í því séu liðnar miðlunartillagan sé eiginlega ekki á borðinu. Nei, þau haldaði fram að hún sé ígildi kjarasamnings og eigi að hafa þetta ekki gildi vegna þess að hún var ekki felld innan 4 vikna en sáfrestur í liðin. Þannig að það er ekki mannstu þeirra dómarinn í hryðjuverkamálinu ákvað að taka frávísunna fyrir fyrst. Já, einmitt. Og síðan vísaði því frá hryðjuverkalutum. Þetta er svona eitthvað lágtæknilegt sko. Já, þú veist, akkur eigum við að fara eða tíma í málflutning á ykkur sem verður bara að vísa frá. Nákvæmlega, einmitt. Mér fannst það svona hljóma þannig að það væri þannig. Einmitt. En verkvöldinur eða þá? Já. Ég ætla að ræða við Ragnar Þór eftir svona áhrifin að þessu tvennu verðbólgunni og svona átökunum á vinnumarkaði. Já. Ég býst við að hann sé ekki kátur með stöðuna. Nei, einmitt. Hann skrifaði grein. Já, einmitt. Hún heitir 598. Já. Eða 598. Já. Veistu hvað það er?
598? 598, nei, það var eitthvað, segðu mér. Það þegar hann var að semja, þá vildi hann að það yrði sett, sem sagt, ef að neysluvísitalan færi yfir 598, að þá eru samningarlausir. Þannig að það væri hagur samtaka atvinnulífsins og fyrirtækjana og ríkisins að halda verðbólgunni niðri. Þetta náðist ekki í gegn. Nei. Til þess líkurnar á því að við förum út úr 598, það getur bara gerst í vor, því að það eru bara 3,6% eftir. Nú hækkaði verðbólgunum 1,3%. Þannig að þú þyrftir bara að fá 3 svona mánuði, það var mars, apríl, mæ og þá er þetta farið, já. Og eðli verðbólgu er oft þannig að hún fer svona upp, en hún er mjög sjaldan svona niður, sko. Hún fer mikið hægar niður. Þannig að ég myndi halda 598 talan, við segjum hann að ef ekki mæ, að þá svona í júní, síðastalega júli. Já, og ég held að spyrja hann að þessu eftir. Ég býst við að hann upplifið að svona forsetur allra samningarna þessu brostnar þegar við förum yfir þennan punkt. Það er mjög líklegt. Heyrðu, svo var uppgjör Brims. Já, við skrifum aðeins það því að Brim er náttúrulega stórt fyrirtæki og fitnar af auðlindin okkar. Jú. Ég hveti fólk til þess að kíkja á svona frétt okkar sem við skrifum ég held að það fara út í morgun. Þá er að því að ef maður tekur svona borgar allan kostnað og skiptir svo restinni á milli launafólksins, það sem að lánar peninga til fyrirtækisins, sem eru þá lánastofnanir sem fá vexti, starfsfólki fá laun, lánastofnanir fá vexti, ríki fær skatt og gjöld, meðal annars veiðigjöld og tryggingagjöld og hlera, og svo það sem situr eftir er það sem hlutarnir geta ráðstafað. Og það geta borgað sér út í arð eða geymta inn í Brim til frekari fjárfestinga, en þetta er svona þeirra til ráðstofunar. Þetta er ekki arður sem þau taka út, því að ég sjáur að við erum þá þannig að eigandum taka ekki endilega út arðina því að það er svo arðbært að geyma þetta inn í sjávarútvegum. Þess að Síldarvinnslan kaupir bara eitt stór fyrirtæki á ári til þess að því að þú græðir hvergi meira heldur en í sjávarútvegi. Þá munar sára litlu að það sem all launafólki fær, það eru 713 störf þannig inni, heilsástörf, munar mjög litlu að það er bara ívið hærra heldur en sem að hagnaðurinn sem er inni í fyrirtækinu, sem að eigandun hafi til ráðstofn, og það vil svo til. Það eru 2 bræður sem eiga helminginn af hlutafina og þar af á Guðmundur í Brim 44% í Brim. Ef maður Brim á í sjálfum sér og hann á í 2 fyrirtækjum og svona, þannig að hann á svona cirka 44% í Brim. Það þýðir það að, ég man ekki hvað tala var ekki, hvað var hann? Hjálmar á tæplega 6%. En þessi hlutur hans Guðmundar. Já, ef maður deilir hlut launafólksins í 713, að þá er eiginlega hlutur Guðmundar 285-falt það sem að meðal starfsmaður fær. Og ofta verið það svona velta fyrir að þeir sem að hætta fíu sínu og þeir sem er að rekita og þeir eru að fá svona, en ég veit ekki, á sjónum er það skiptur á 2 hlutum, stundum er hann á 3 og þá er 3. hluturinn borgað frá útgerðinni. En 285-falt er svolítið mikið. Það er svolítið mikið. Og er auðvaldið eða kapitalið svona mikil fyrir því að? Ég held að það er bara, það er komin einhver svona stemning og búin að vera núna lengi einhver svona stemning. Ég held að við byrja bara hérna eitthvað fyrir hrun þegar ofurlaunin voru bara, þetta var alltaf að byrja einhvern veginn smám saman og þótti bara eðlilegt að menn væru á skriljónföldum. Þetta er það sem hann auðgast. Já, en þetta er það sem hann auðgast og einhverju myndi segja bara svona akkur má hann ekki auðgast, hann bara á þetta fyrirtæki og búin að fjárfesta í þessu og má hann ekki bara græða. Þetta er svolítið mikið sko. Þetta er náttúrulega bara mjög mikið. En ræða, hvað má hann græða mikið? Ríkikallin er hann 285 sinnum verðmættur en launamaðurinn? Þetta er bara svona, þú veist, þetta er eins og þegar við vorum að rekna hérna hagnaðin hjá Samherja, þú veist, eins og við myndum gefa Þorsteini Má 1 milljón á dag frá því hvað 1530 eða eitthvað svo leys. Þannig að þú veist, þetta eru svo klikkaðar tölur. Eitthvað getur sagt það og auðvitað er hlutið þessu svo kallar arðrán. Hann tekur arðina vinnu fólksins og stingur í yfirvasa.
En það er ekki alveg rétt í bríðin vegna þess að hann er líka þetta er auðlinda arður. Já, þetta er líka já. Sem að starfsfólki færi ekki, Nei. ríki færi ekki nefn þessi 4 milljarðar eitthvað. Einmitt. En eigendurnir fá mest af arðinum af auðlindinni. Já, einmitt. Þannig við ætlum að ræða þetta eins og við eigum að ræða margt, þá eigum við að ræða það hvað er að eðlilegt að eigendurnir fá jafn mikið og allt starfsfólkið. Já, þetta er bara það er eitthvað skytið. Þetta er bara rosalega furðulegt. Heyrðu, Þórður Snær og Arnar Þór stefna Páli Vilhjálmssyni. Já, Páli bloggara, kennara í Hafnarfirði. Já. Sem er með bloggsíðu sem heldur tilfallandi athugasemdir. Já. Eitthvað svoleiðis. Hann heldur í fram að þeir hafi tekið þátt í að byrla fyrir Páli skipstjóra hjá Samherja. Já, leigupenna Samherja. Og náða af honum fengið konu sem tengdist Páli til þess að byrla fyrir honum. Já. Náðu af honum farsímanum, fóru með hann upp á RÚV. Já. Þar sem að þeir náðu öllum gögnum út úr honum. Einmitt. Og eru þar leðandi meðsekir í byrlun og þjófnaði. Akkurat. Þessu hefur hann haldið fram. Já. Og þeir stefnunum og þóla ekki að setja undir þessu. Nei. Og fara í meiðuramál við hann. Já. En hann, það voru yfirreyslu yfir þeim í dag, en hann mætti ekki í dómsalinn. Nei. Þannig að hann var heima að skrifa inn á bloggið sitt. Það sem hann fór yfir þetta allt saman og hann segir að það er bara kortir í það vegna þess að það séu ykkur tölvupóstar sem að gengu á milli manna sem að þeir eittu. En nú sé lögreglan að náði með aðstóð ykkur erlendar sérfræðinga upp úr ykkur hörðu drifi og þá munu komið ljós að hann hefur rétt fyrir sér. Hann hefur reyndar sagt eitthvað svona áður, þetta sé bara rétt handa við hornið, endanlega sönnunum að ég hefur rétt fyrir mér. Já, einmitt. Og trúar hann ekki? Nei. Ég held ekki að sko þeir hafi byrlað ennum. Ég trúi því ekki sko. Þetta er það sem kom út úr þessum, það sem hann segir að þeir hafi náð út úr farsíma Páls, Stengriðssonar held ég neins eru það sem að fólk mannur glefti fréttum af svo kallari skæruliðadeild. Já, Samherja. Sem að sko fólkið sem að tilheyrir skæruliðadeildinni kallaði sig það sjálft sko. Já. Þetta er ekki heiti sem að blaðamennir Nei, þetta var hópur sem að þau bjöggu til. Já, sem að Páll reyndar er að altså Vilhjálmsson í pistli sínum í dag að blaðamenn hafi búið til þetta heiti. Nei, það er náttúrulega ekki rétt. En, já, einmitt. Það náttúrulega hefur potið einhver náð símanum, sko, en ég held að það get ekki ímyndað mér að það hafi gerst svona. Það kom hann fram eitt sem ég vissi ekki, hann Aðalsteinn Kjartansson, sem var í Kveik og fór sér nefnir á Stundina. Já. Hann er bróðir ritstjórans. Já. Einmitt. Það er alltaf komast að því hvað Íslandi lítið. Ísland er svo, já. Þetta er náttúrulega bara... Herðu, ertu með vera? Herðu, ég... Við erum svolítið lengi með fréttinara því að við vorum náttúrulega með góða gest hérna. Kannski síðasta frétt, það er hann Haraldur Þorleifsson var rekinn frá Twitter. Ég er með aðra reynda frétt. Nú? Ólöf Helga og Agnieszka Eva ætla ekki að buðu ekki fram lista á móti trúnaðarráðinu í Eflingu. Já. Og því verður sjálfkjörið og það kemur nýr varaformaður Eflingar bara þegar aðalfundur verður og nýr ritari. Já. En Haraldur Þorleifsson, hann var rekinn. Herðu, hann var rekinn frá Twitter. Ásamt miklu fjölda. Já, þeir eru búin að vera að segja upp hóp og fólki þannig að eiginlega alveg rosalega mörgum. Eins og öll þessi tæknifyrirtæki. Öll þessi tæknifyrirtæki, þau eru að fara að innleiða einhverja nýja gervigreind, öll þessi fyrirtæki. En er ekki bara þeir réð alltaf marga? Jú, svo er það náttúrulega líka. Þannig að það er kannski verið að leiðrétta það líka. En Haraldur er alltaf mikill sonu þjóðarinnar, óskapat þjóðarinnar. Já, einmitt. Fólk er alveg eyðilagt yfir hann að vera rekinn. Já. En ég held að sé enginn á Íslandi sem að þolir að eins vel að vera rekinn eins og Haraldur. Örugglega ekki, sko. Hann á alveg fyrir músli og öllu. Já, ég menna hann er með sitt prógram í gangi annað, sko. Þannig að Já. En heldur hann að vera rekinn af því að hann lýsti því yfir að hann var ekki vel við Elon Musk? Ég held að geta alveg spilað inn í, sko. En ég veit það ekki. Ég hef ekki forsendur til að leggja mat á það í rauninni. En hvað eru margir sem að vinna á Twitter og SpaceX og Tesla? Þetta er alveg rosalega fjöldi. Og það eru öllum að líka vel við það? Nei, sjálfsögðu ekki, sko. En samt, maður veit ekki. Hann er svona
svolítið spes. Auðvaldi orðið svona, er þetta alræði auðvaldsins? Já, þetta þú verður að tala vel þú verður að tala vel Stalín. Já, ég held að sé orðið svolítið þannig. Þú verður að vera í svona í liðinu, sko. Þau sagði að fólk sem ólst upp í Sovjetinu, Já. Það sagði í Sovjetinu verða þannig að þú mátti tala illa verkstjóran og yfirmannin á vinnustanum, en ekki sko, þjóðugjörn. Nei, ekki eigandan. En í vestrinu, þá er þetta öfugt. Sko, þú mátti tala illa forsetan, en þú verður að tala vel þann sem er rekur fyrirtækið. Já, nákvæmlega. Heldur við séum þar eitthvað þar? Já, ég held að við séum svolítið þar kannski. Herðu, fréttirnar búnar. Jöp. Herðu, þá skellum við okkur í, höldum áfram að tala um fréttir dagsins, við höldum að tala við Ragnar Þór Ingólfsson þennan merkilega dag, þennan svarta mánudag eftir augnablik. Já, hann Ásgeir Brynjar Torfason var hérna hjá okkur þegar vorum að fara í fréttaefilitið og hann var nú bara á því að þetta væri mjög svartur dagur. Hann var bara benti til þess að við værum að missa tökin á verðbólgunni og fátt benti til þess að stjórnvöld myndu gera það sem að þyrfti að gera. Þetta er eiginlega bara að breyta algjörlega stefnu hjá ríkisstjórninni og í Seðlabankanum. Ná höndum saman eitthvað sem að við sjáum ekki fljótublaðið að segja hægt. Ragnar Þór Ingólfsson formaður VR er enga komin. Ég býst við að þú hefur ekki verið glaður þú sást verðbólgutölunar í morgun. Nei, aldeilis ekki og ég rifjaði nú upp tíma minn í Karphúsinu í aðdraganda jóla. Já. Þegar var mikill þrýstingur á að skrifa undir skammtíma kjarasamning og mér það sem að ég kallaði eftir að yrði forseta þess að það væri hægt að skrifa undir kjarasamning akkurat á þessum tímapunkti sem að var ákveðin vísitölu viðmið. Ég kallaði nú pistil sem ég skrifaði 598 þegar samningurinn tekur gildi að þá er vísitala neysluvers frá gildistöku 560,9 og ég vildi fá þá klausu inn í samningana hjá okkur vegna þess að af reynsluna dæma að þá ber ég ekki það traust til atvinnulífsins og tala nú ekki stjórnvalda að öll loforð það að hér ætli fólk að vinna saman og leggjast á eitt við að halda hér niður verðlagi og sína samfélagsábyrgð og taka þátt í þessu með okkur að öll slík loforð hafa hingað til ekki verið orðanan í pappirsins virði. Það hefur bara búið að semja þá bara nugguðu menn saman höndunum og fór að hækka? Já, það gerðist eiginlega bara strax og ég taldi að þetta yrði viðbúið að bæði hið opinbera stjórnvöld og sömuleiðis fyrirtæki myndu koma með holskeflu gjaldskrár og verðlagshækkana sem að svo var raunin og ef við tökum bara samsetning á verðbólgu frá því að kjarasamninga taka gildi eða frá 1. nóvember að þá er það sem drífur verðbólguna áfram og mun meira heldur en greiningaraðalar spáu
spáðu, meðal annars Seðlabankinn sem reyndar hefur aldrei verið með rétta spár síðan að mælingar hófust, það kannski önnur saga. En það sem að drífur verðbólguna áfram frá þessum tímapunkti og við vorum að horfa svolítið á stöðuna fram í tíman þegar við gerum samningin, að það eru mitt gjaldskrárhækkanir hins opinbera og sérstaklega álögur og bíla sem að drífa verðbólguna áfram í janúar og síðan þetta stýrivaxtahækkanir Seðlabanka sem eru farnar að bíta að því að og svo náttúrulega verðlagshækkanir á nauðsynjavörum og matur og drykkur og húsgögn og þar fram til göttunum. Það er einhverju tengt í að útsölunar eru búnar en samt eru húsgögn og heimilistæki eru miklu dýrari núna en það voru í nóvember. Já, það er það sem að við höfum verið að greina í okkar tölum að þessi vissum að áhrif útsölu áhrifin í janúar voru minni heldur en við reiknuðum með og sömulegis líka voru áhrifin tilbaka mun meiri. Það sýna rauninni bara allar tölur, afkomatölu fyrirtækja og til dæmis greiningar samkeppniseftirlitsins á framleiða hlutfalli fyrirtækja og svo framvegis að í gegnum þetta verðbólguskot að þá hafa fyrirtækin rauninni sýnt af sér fordæmalaust, ég segi kannski ekki fordæmalaust eða fádæma ábyrgðarleysi þegar kemur að því að milda höggið og það sama bara er upp á teininginu núna að við erum komið með vísitöluna í 577,3 og ef ég hefði fengið þessa ósk mína uppfyllta að búa til raunverulega hvata á stjórnvöld og atvinnulífið, fyrirtækin, neyðaðu í það að hér myndi það hafa alvarlegar afleiðingar ef að þau myndi ekki vinna þetta með okkur, að það myndi hafa afleiðingar að samninga myndi þá losna fyrr ef þau myndi ekki halda í sér bæði gjaldskrárhækkunum og sömulegis verðlagshækkunum, að þá myndi samninga losna í 598 og þegar við vorum að gera samningin að þá var spáin okkar svo að þetta gæti nú haldið út samningstíman þó að væri náttúrulega margir óvissuþættir en með stöðuna eins og núna að þá eru allar líkar á því að samningar hefur losnað í það minnsta í ágúst eða jafnvel fyrr ef að þetta hefði fengið að fljóta inni og ég er að gera grein fyrir þetta var nú ástæðan fyrir því að ég var mjög ósáttur Svo frekt var, það var ólundarlegur annað undirskriftina Ég bara hafði einfallega ekki geði mér að standa brosandi með flurjóma út á kinnar með samtökum atvinnulífsins sem að hrósuðu miklum sigri í þessum kjarasamningum. En það sem að gerist núna, nú er verðbólga miklu meiri heldur en að fólk óttaðist og það sem að þú færð er enn frekari vaxtahækkun Seðlabankans 22. mars. Þú færð líklega stýrivextin upp í 7,5 eða yfir meira. Þegar að verðbólga var síðast yfir 10%, þá eru stýrivextin í 9,5. Já, það sem að það hefur ekki verið svona há verðbólga síðan 2009, þá var hún 10,8% og síðan ger ég nú líka athugasemd við það að hér eru svo fyrirsagnir flestara miðla uppfullar af viðtölum við greiningar eða aðalhagfræðinga bankana, Íslandsbanka og allir talaðir undir rós eins og alltaf, hér þurfi að hækka vexti enn frekar og aðalhagfræðingur Arjónbanka gengur lengst og kallar eftir 100 púnta hækkun í mars. En hún segir nú eiginlega bara miðað við stefnu Seðlabankans, hvað hann hefur sagt hinga til, þá getur við bara gert ráð fyrir í, 1% hækkun. Já, þetta er líka öll svona framsetning og hvernig fólk talar hefur áhrif. Þetta hefur verið vandamál. Búa til umhverfi svo auðveldra fyrir Seðlabankan að hækka. Þetta er eins og bara núna verðbólga komin yfir 10% og það er þessi lenska sem að einhvern megin múgæsingur sem að myndast í öllu samfélaginu. Hér þurfa þá að hækka alltaf 10% hvað sem að séu gjaldskrárhækkanir eða vöruverð og það tala allir inn í þetta og það tala allir upp verðbólgun og þetta er líka rauninni bara þetta vandamál til dæmis, þessi hjarðhegðun og hún risti mjög djúpt og svo þegar við skoðum afkomutölurnar að þá er ekki vafi þetta er ekki ágiskun, það er bara ekki vafi á því
að hér það almenningur sem er að taka alla áhættu, að borga brúsan á meðan fyrirtækin hagnast ævintýrlega og við sjáum nú bara til dæmis hagnaðatölur Eimskips sem hafa tvöfaldast á milli ára og þetta hefur áhrif á allt vöruverð líka og það er með ólíkindum að verða vitni að þessu þegar að þrengir svona að hjá fólki og eina leið eða eina tæki eða það eina sem Seðlabankanum dettur í huga það er að auka enn frekar á vanda fólks með því að reyna að stemma stigum við eitthvað sem að bæði ber mjög mikla ábyrgð á, þar sé verðbólgunni og sömulegis líka að draga úr enganislu en það verður og það er enginn að tala eða hugsa í einhverjum öðrum lausnum vegna þess að leiguverð að fara upp, það gerir það með frekari stýrivaxtahækkun, skuldi fyrirtækja, skuldsett fyrirtæki sem að margótt komi hér fram skulda 5.500 milljarða að bara 1% upp í vaxtakostnaði eru 55 milljarðar og fer nálægt því sem að kosta að klára síðustu kjarasamninga bara ef að Seðlabankinn til dæmis fer þá leið sem að Arionbanki rekna með að hann geri. En það er líklegast með við að öllu óbreyttu að þá mun ríkisstjórnin ekki gera neitt. Seðlabanki mun hækka vextinu upp í 7,5 og jáfnvel meira. Bankarnir munu bara þann daginn senda það allt út í sína vaxtahækkanir. Það þarf eitthvað stórkostlegt að gerast til þess að þessi saga bara haldi ekki áfram. Svo fáum við tölurnar yfir verðbólguna í mars og þá fáum við meiri vaxtahækkanir. Sér þú ykkur að sé ykkur að breyta kúrs? Og svo verður verið að skammast yfir því að það megi ekki láta undan kröfum eflingar vegna þess að það geti sett verðbólguna í gang. Já, umræðan og orðræðan er náttúrulega ótrúleg og það hefur ekki ennþá fundist tölulegt samhengi launahækkana og verðlags síðustu 20 árin. Seðlabankanum hefur einfaldlega ekki tekist að sína fram á það. Þrátt fyrir að margir, innan gæsalappa sérfræðingar halda öðru fram. En það sem að Ásgeir Brynjar var að tala fyrir þættunum að hér þyrfti samstillt átak stjórnvalda, atvinnulífs og allra að vinna saman að því markmiðin á verðbólgu niður. Þetta tekið undir þá er algjörlega sammála en við erum búin að tala fyrir aðgerðum og vara við þessu ástandi sem er raungerast núna árum saman frá heimsfaraldri tala fyrir aðgerðum og mótvægisaðgerðum við höfum bent á það bentum á það og gert í árum saman að setja þak á leigu eða raunverulegar aðgerðir á húsnæðismarkaði svo að allur sá stuðningur sem er ekki mikill sem hefur komið frá stjórnvöldum fari ekki beint í vasa eigenda leigufélagana og svo fram eftir göttunum við höfum kallað eftir aðgerðum varðandi. Þess var lofa 2019. Já, ég meina, ég satt í fyrri starfshópnum húsnæðismál sem að lagði til leigubremsu og síðan þá hefur annar starfshópu verið stofnaður og nú er komin einhver nefnd eftir að starfshópurinn seinni skilaði af sér og það verðist ekkert hylla inn einar aðgerðir. Annað en það að það eru húsaleigubætur og hækkaði lítilega og barnabætur lítilega en alltaf bara í engu samræmi við afkomu fyrirtæki. Verðbólga verður búin að geta hækkunum af húsaleigubótum í næsta mánuð. Og ekki einasta samræmi við til dæmis bara hreina aukningu á vaxtatekjum bankana. Bara svo dæmi séu nefnt að maður sér það ekki í fljótu bragði að það sem að til dæmis Ásgeir er að kalla eftir sem að ég er alveg sammála að það komi til með að gerast. Ég reyndi mitt ídrasta í að fá samtöku atvinnulífsins að koma rauninni ekki bara myndalega borðin í síðustu kjarasamningum, heldur líka bara sína í verki að þeim væri alvara með því að reyna að ná niður verðbólgu og með því að búa þá til umhverfi sem að byggi til hvata bæði hjá stjórnvöldum og fyrirtækjunum að hér væri skynsamlegt að láta staðan numið varðandi arðsemiskröfu og þennan gríðala hagnað sem hefur myndast inn í atvinnulífinu
ofan í bankakerfinu að hér væri bara svona staðanumið og hér ætluðu menn bara að stíga bara þétt skref og tala með sterkum hættin í næstu kjarasamninga og sína ábyrgð, raunverulega ábyrgð en það var ekki fyrir það fyrsta hljóngurinu fyrir því og félögin sem að komi að gerð kjarasamningana í desember að þau voru ekki tilbúin til þess að standa á þessu og verja þessa kröfu okkar og þessa hugmynd voru sammálinni en töldu að þetta væri mögulega kannski óþarlega að ég væri óþarlega svartsýnn eða eitthvað, ég veit það ekki en eitthvað var það en við erum sannarlega að býta úr nálinu með það núna að hafa ekki staðið fastar á þessu. En hvað er hægt að gera í þessu ástandi? Lækka virðisauka á matvöru, greiða niður þar með matarverð eða myndi það bara renna í, er við þá að viðurkenna það að hagar og festi megi hafa allan að hagnað? Sko, ég er ekki sammála þessari aðferðafræði vissulega Þú nefndir húsaleigubætunar því það renna bara beint til Ölmu og þetta hefur gerst með svo margt, tökum bara til dæmis frístundastyrkina þegar þeir eru hækkaðir að þá koma bara íþrótta- og frístundafélögin og þau hækka gjaldtökuna á móti til jafns við hækkun frístundastyrkja og yfirleitt eitthvað meira þannig að þetta er rauninni bara tilfærsla, styrkurinn fer ekki á þann stað sem hann á að skila. Og hvað þá til á það? Og ég ætla bara að fara aðeins í gegnum þetta að til dæmis eins og við vorum að vera að greina hjá Bjargi íbúðafélagi þar sem að fátækasta fólkið er að leigja þó með lægstu húsaleiguna að við sjáum það þegar sko vanskilin eru aukast að hvernig þau minnka eru greitt niður með til dæmis greiðslu barnabóta þegar barnabætur eru greittar út að þá borga fólk niður vanskilin á húsaleigunni og þar fram eftir götunum og við vitum það að hækkun húsalegu bóta að það hefur ekkert af þessu skila sér til fólksins í lægri húsnæðiskostnaði heldur hefur hann bara hækkað og hækkað þannig að það þarf miklu drastiskari aðgerðir og það sem hefur gerst til dæmis í Evrópu og víðar Norðurlöndunum að þar hafa verið settar reglur tímabundið hvað má hækka leigu það hafa verið settar á hvalrekaskattar á ofurhagnað fyrirtækja til þess að greiða niður til þess að greiða niður aukinn kostnað eins og til dæmis út á raforku og fleiri þáttum og það er í sjálfu sér það eina sem að ég sé í stöðin úr þessu miðað við það sem að það lítur að blasa við öllum að Seðlabankinn, hann mun ekki nota neinanur tæki eða neinanur tól til þess að hann hefur ekkert annað segir hann já. Hann er náttúrulega hinum megin hann náttúrulega drapan möguleika láta ekki fólks til segnast húsnæði með hertu greiðslumati. Já, við tökum bara sko að hækka stýrivexti til þess að slá á einkaneyslu og þenslu. Það væri ekki næra að nota fyrir eitthvað skattkerfi til þess að slá þá á þenslu og eyðslu þeirra sem að hafa mikið á milli handana og stýrivextahækkandi býta ekki á. Er skynsamlegt að refsa fólki sem að er bara komið í mjög þrönga stöðu, bæði nú þegar varandi húsnæðislánin og leiguna og það sem að Vilhjálmur Birgisson kalla gjarnan snjóhengjuna, það eru húsnæðislánin sem eru að renna út á föstum vöxtu núna næstu 12 og upp í 24 mánuði. Það er ekki bara á þetta fólk sem að tækin býta? Þar mun greiðslubyrðin tvöfaldast. Nei, veistu, ég held að sko, ég er í sambandi við mjög mikið af fólki og það eru margir sem skrifa mér og staðan er að þrengjast sko, fólk kannski kemst í gegnum eða svona, myndi segja svona flestir í svona millitekju hópunum þeir halda þetta út svona verðbólguskot, það sem að verðlag og kannski kostnaður heimilisins hefur hækkað einhver 20.000 en þegar við erum að tala sko tvöföldun á greiðslu afborgunar lánum og þar fram eftir göttunum að þar er það er reiknistæmi sem gengur ekki upp hjá flestum. Það sem að ég held að sé eini í stöðunni er bara rauninni að skattleggja ofurgróðan. Þú verður að fara þá bara í gegnum skattkerfið til þess að spenna niður þessa taumlausu græðgi sem virðist vera og þetta skilningsleysi fyrir stöðu almennings í landinu og þeirra sem að eru að verða verst úti út af bæði verðbólgunni og stöðun og lána og húsnæðismarkaði
að það er eina leiðin, þú veist, annars þurfum við alltaf að vera fjármagna með greiðslu með skattpenningum endalísu styrki sem að fara síðan bara í vasa þeirra sem er að mata krókin á þessu ástandi og þá vísa ég bara aftur í það sem er gert er í löndunum í kringum okkur að fara eftir þeirra fordæmi, að sækja þá fjármuni það sem þeir eru sannarlega til. Hvað er það að gera við fjármunina? Þú er búin að sækja þá í hvarleikaskattur í Íslandi væri líklega bankaskattur, það væri orkuskattur á stóriðuna og það væri mögulega skattur á stórútgerðina sem er í miklu góðari út af hækkun fiskverð. Þetta eru bæði stóriðan og stórútgerðin hefur grætt mikið á innrásinni í Úkraínu. Og fjármagnstekjuskattur. Og hvað er það að gera við peningin? Já, sko, Loka gat ríkissjóðs eða ætlar að deila honum út? Já, sko, það er að gera þetta í tvennulegi. Það er að laga halla ríkissjóðs, annars vegar. Það er nóg að sækja. Það er nóg að sækja. Og ef við setjum þetta bara í samhengi við nokkra milljarða sem hafa verið settir í aukinn stuðning til barnafjölskyldna og síðan í húsaleigubætur og eitthvað aðeins í vaxtabótakerfið. Þetta eru bara einhver örfáu milljarðar á meðan fyrirtækin hafa verið að skila sko hreinum hagnaði upp á 2021 upp á yfir 500 milljarða. Þess að tölur er reynda svolítið á reiki en þetta er einhvers staðar þessu bili og afkomað virðist vera engu síðri 2022 og það stefnir bara í áframhaldandi góðari þar. Þannig að við erum að tala að sko það þarf ekki mikið til að sækja mjög mikla fjármuni og sérstaklega varandi bankaskattin að við höfum greint það að bankarnir þeir hafa aukið arðsemi skröfu sína, þeir hafa aukið vaxta álag, þeir hafa aukið og hækkað öll umsýslugjöld sem eru tekin af fólki fyrir að gera sko, fyrir minnstu viðvik. Á móti hafa þeir lokað útibúum, skert þjónustu gríðarlega. En aukið hins vegar arðgreiðslu til eiganda sína? Og aukið, já, og þetta var gert til bara og allt talum að þessi þjónusta hafa átt að lækka þegar bankaskattu var lækkaður hérna í desember 2019 að það er bara orðin tóm tölurnar segja allt aðra sögu og við sömdum reyndar í síðustu kjarasamningum núna í desember að það yrði meira gagnsæi varðandi gjaldtökuna hjá bönkunum og þeim er skylt núna og verður skylt að sína með samanburðarhafum hætti hvernig þeir eru að taka hvernig gjaldtakan er af venjulegu fólki allt frá því að hvað er taka fyrir að nota kortið í útlöndum og hvað er taka fyrir að í færslugjöldum allt þetta. En það er kannski önnur saga en það á klárlega að fara í háan bankaskatt á hérna bankana og ef við ætlum að taka þetta síðan í gegnum tilfærslukerfin svo til dæmis vaxtabætur til þess að fólk nái að standa undir stökkbreyttri greiðslubyrði á lánum að þá þarf að fjármagna það sérstaklega. Við getum ekki réttlætt það að eins og til dæmis í gegnum húsaleigubætunar að það sé bara algjörlega undir leigufélögunum og leigusalunum komið hvaðan hækka leigu mikið og ríki bara styðji á móti til þess að fólki geti staðið betur og betur undir því. Þannig að það verður að vera eins og við höfum kallað eftir, það þarf að setja skýrar neyðarreglur, neyðarlög á leigumarkaðin og það þarf líka að sækja fjármunni inn í bankakerfið sem að þar er tilfærslan til þess að standa undir stuðningi fólk sem að getur ekki borgað að lánum. En Ragnar, nú varstu í samningu fyrir jól. Þar hefur þú getað lagt áherslu á þessar kröfur. En nú eru flesti búin að semja, þannig að hvernig ætlar að ná þessu fram? Nú eru bara samningar næstur lausir í loki janúar næsta ári. Þetta er eitt af þessum mörgum málu sem að við vorum að berjast fyrir. Það var að stjórnvöldum myndu efna loforðum leiguþak, leigubremsu og taka á þessum fyrirsjáanlega skuldavanda heimilina sem að mun, ef ekkert verður að gert, enda með ósköpum. Það er ekki þetta að horfa á þetta öðru sem bara með ósköpum. Ég er bara alltaf fyrir því að Ásgeir var líka að tala um þetta við erum að gera þetta og við erum að gera þetta og allir eru að koma saman. Hvað er á þetta fólk að hittast til að skipta skoðun? Við til dæmis erum með fund á morgun sem að Hagsmunasamtök heimilin er að halda í Iðnó og við munum ræða stöðuna og hugmyndir að lausnum. Það verður til dæmis Guðmundur Hörður frá samtökum leigjenda Guðmundur Hafn fyrir ekki, já. Og Ásta Lóa frá heimilina, þú og Vili Birgis. Og hérna Marin og Kenny Álsson sem
hefur nú verið mjög öflugur í gagnrýni sinni á Náttúrulega Vilhjálmur kom hingað. Já, það þannig að þetta verður örugglega hörkufundur og ég hvet alla til þess að mæta vegna þess að við erum að fara að ræða þessa hluti en síðan mér leiðist að svara ekki spurningum og þú talar kjarasamningana núna í desember og hvað settir ráða og af hverju ég samþykki þetta allt saman bara í samningunum og það nú einu sinni þannig að þegar þú setur... Þú bara útskýra það, ég er bara veltaði með nú þegar samningarnir eru komnir og eru fastir. Hvernig ætlið þið, og nú Vilhjálmur með þér, hvernig ætlið þið að ná því fram að stjórnvöld sitjáleiguþak, leggji á hvalrekaskatt, fari út í aðgerði sem að bæta stöðu venjulegs fólks, verja stöðu hinna tekjuminnstu fyrir verðbólgunni. Hvernig náðu þessu fram? Já, það er bara einleið að ná þessu fram. Það er að félögin fara alls bara saman í næstu lótu. Og ég held að fólk sé miðað við það sem að gekk á núna í aðdraganda samningana og þeirri stöðu sem að ömurlegu stöðu sem að Efling er í að vera eina félagið eftir og fá í sjálfu sér ekki þennan sveigjanleika á sinn samning sem að við til dæmis fengum og iðnaðarmenn að ég bara leyfi mér að vona að það mál klárist hratt og vel þannig að þrátt fyrir deilur innan hreyfingarinnar og hvað ég segja þau miklu sviptingar sem hafa verið þar að þá höfum við verið að funda núna undanfarið og ég held að fólk sé farið að átta sig á því innan það er að segja félögin innan Alþýðusambandsins að svo atburður sem teiknaðist núna upp fyrir kjarasamningana í desember að hún muni ekki endurtaka sig og ég held að þó svo fólk hafi tekist mjög hatarmlega á innan veggja Alþýðusambandsins að þá gera sér held ég allir grein fyrir því núna að það er einfallega engin annar valkostur í stöðunni fyrir hreyfinguna heldur en að fara sameiginlega að borðinu fyrir næstu kjarasamninga. Það er bara svo langt þangað til, Ragnar. Ég veit ekki hvort að heilt hann Ásgeir Brynjar sig hérna. Hann var bara sleginn yfir stöðunni að nú erum við kannski bara að missa verðbólguna. Men hann talaði svolítið að það þarf að gerast bara eitthvað á næstu vikum á mánuðum. Ég gerir mér alveg grein fyrir því og það er líka það sem að við þurfum að átta okkur á að þetta eru mál sem að megi ekkert bíða. Skaðin er skeður að mjög miklu leyti og margir lendir í bara mjög erfiðri stöðu. Já, og við getum eitt hér heilli kvöldstund til þess að fara yfir þá sorgarsögu sem að ég voru vitni að margar fjölskyldur eru bara í bæði þessa stundin og hafa þurft að taka mjög drastiskar ákvarðanir síðustu mánuð og misseri og ég sé þú veist hvað er þetta að gera það eina sem við gátum gert hérna eftir hrunið þegar að ríkisstjórnin tók algjörlega afstöðu með fjármálakerfinu, bönkunum, föllnum bönkunum og endurreist þeirra og algjörlega þeirra forsendum og fólki var algjörlega skilið eftir bjargarlaust þá varð til þessi neisti og þessi hreyfing sem að til dæmis skilaði mér inn í stjórnvaferð þessi pólitíska tenging við verkalýðshreyfingana gerði það verkum, hún stóð bara algjörlega máttlaus, hreyfingarlaus hjá á meðan allt þetta gekk á samþykti bara þessa skiptingu og þessar aðgerðir sem voru algjörlega miðaðar af því að verja sérhagsmuni á kostnað fólksins í landinu og hvað gerist í kjölfarið það verður búsáhaldabylting það eru stofnuð stjórnmálasamtök, borgarhreyfingi var til hagsmunasamtök heimilina sem að ég tók þátt í að móta og stofna og sömulegis líka gerðu við hallabyltingu í stærsta stéttarfélagi landsins sem að hétt VR og það var ekkert hægt að bjóða sig fram þá til stjórnar við þurftum að gera alvöru hallabyltingu og þetta var mjög hár hjalla klífa að komast í gegnum það ferli og í framhaldi opnuðu við félagið og nú geta allir bóðið sér fram og geta allir kosið. Þú veist, það varð heilmikið til af þeirri byltingu sem að fólkið sjálft stóð fyrir. Þetta var ekkert skipulegar en það, þetta bara, fólk fann það bara
hjá sjálfu sér. Þú að sigla inn í svona andrum aftur? Að sjálfsögðu gerir ég það. Þú veist, það er annarkvort verðum við að taka bara málinn svolítið í eigin hendur, bara fólkið í landinu og krefjast réttlætis og krefjast þess að það verið farið í aðgerði sem miða því að setja fólkið og heimilinn í fyrsta sæti og allt hitt svo, eins og við sagt stundum að þá sé ég bara voðalega fátt annað í stöðun að það verði eitthvað slíkt sem að mun held ég bara raungerast bara mjög fljótlega því að reiðin og óþóli fyrir aðgerðleysinu það hún nær bara viss langt og einhverju tímapunkti þá fer þolinmæðin og fólk verður vonandi tilbúið til þess að láta í sér heyra í ríkari mæli að því misboðið, ég held að fólki sé bara almennt misboðið að vera í þessari stöðu og horfa á fjármálakerfið og fyrirtækin hagnast fordæmalausa tölur og ekkert lát virðist þar á og það blandar síðan saman við algjört hrun í úrræðum og stefnuleysi hjá ríkisstjórninni. Hún hefur ekkert hlustað. Öllum vandamálum bara komið fyrir í starfshópum og svo nefndum og það gerist ekki neitt og það ekki eins og við höfum ekki verið að kalla eftir aðgerðum. Við erum búin að vera, þú veist, það alveg sama hvort þú sendir neyðakall eða kall eftir þess eða kall eftir hinu. Það verðist bara einhvern veginn öllum verið sama og augun eru algjörlega og eyrun lokuð fyrir vandanum. Og það heldur við fram á að við gert nóg. Til þess núna í verðbólgutölunum núna sem byrtu í morgun að þá kemur í ljós að allur ávinningur láglaunafólks af skattabreitingunum áramótinu farin. Já. Og það bara búin 2 mánuðir af 12 á árinu. Já, og það kannski þetta sem að verður mögulega bara að gerast næst í stöðunni að fólki þarf bara að fara að rísa upp. Það er það sem að hefur gefist vel hinga til þegar að svona stöður kom upp. Og við fundið inn á morgun. Hvenær er hann? Svo látum nú eins og þú setja að plugga því. Já, ég er að plugga. Hvenær er hann? Hann er 8:00 annað kvöld og það verður fróðlegt að sjá hvort það verður góð mæting. Ég hvet fólk til þess að mæta bara til þess að sína samstöð og líka til þess að koma með spurningar og við munum fara víða völl. Ég mun koma til dæmis inn á það hvað við höfum verið að gera í húsnæðismálum eins og til dæmis á Bjargi og hugsa þér að við vorum til dæmis að byggja dýrustu blokkina inn í Bjargi sem að vorum að klára núna í Garðabæ, frábærum stað, fyrsta verkefni okkar í Garðabæ fyrir lágtekjufólk og þetta er dýrasta blokk eða íbúð, eða dýrust íbúð sem við höfum byggt bara hönnu var þannig og skipulagið að við þurftum að vera með ekstra háa lofthæð og svo framvegis og þetta er hæsta leiga sem að við höfum þurft að rukka fjölskyldum fyrir 3 herbergja íbúð. Það er 190.000 krónur og það var byggð blokk á svipuðum tíma við hliðina og hún var afhent aðeins fyrr. Það var gerður leigusamningur þar fyrir hálfu ári síðan sem ég á til þinglistan á 320 skall fyrir mjög svipaða íbúð 3 herbergja. 130 skalli. Já, ég meina þetta er svona þessi klikkun og svo var ég að sjá líka núna auglýst á MBL í dag. Það er verið að auglýsa íbúð, 3 herbergja íbúð til leigu niður í Tangabryggju á 370.000 og við fengum bestu lóðina niður á Tangabryggju með útsýni yfir allan yfir sjóin og voginn og þær íbúði fóru á 166.000 í leigu sambarlegar 3 herbergja íbúðir. Þetta er kannski svona, ég sé ekki vandinn í hnotskurn. Þetta er það sem við erum að reyna að gera. Við erum að fara á stað með nýtt húsnæðisfélag, við erum að byrja að byggja íbúðir inn í annað kerfi núna í mars, Skóflustunga. Og það er að gera eitthvað núna. Já, við erum að gera þetta núna. Ég veit að það er nauðsynlegt að vera með plön inn í framtíðina. En það er líka að gerast eitthvað bara núna. Já, þetta er það sem við erum að gera. Við erum að reyna að vinna inn í ástand sem að stjórnvöld og markaðurinn hefur algjörlega vanrækt og hefur algjörlega mistökin á. Við erum að reyna og það er viðleitni í gangi. Við erum að gera eitthvað en það er engin stuðningur. Við hefum verið að leitast eftir fjármagni frá lífeyrissjóðum. Það er algjörlega komið í veg fyrir það, ekki bara löggjaf en heldur líka samtök atvinnulífsins og með þess að fjármálaeftirlitið segist ekki vilja opna á frekari fjárfestingar fyrir lífeyrissjóði eða liðka til fyrir þeim. Það er allstaðar unni gegn okkur og
og þess vegna eins og segi held ég því miður að þrauta lendingin bara hljóti að verða svo að fólkið rísi upp. Það ekkert annað í stöðinu vegna þess að við höfum ekki við erum nýbúin að gera kjarasamning og það verðast alla forsendur vera brostnar. Við erum ekki með lausa samninga fyrir í janúar og þetta alveg rétt hvað að gera núna. Stjórnvöld hlusta ekki, samtök atvinnulífsins og fyrirtæki hlusta ekki, fjármálakerfinu virðist vera algjörlega sama fólkið. Samtök atvinnulífsins setur nú bara á verkbann Já, það setur á verkbann og afskipurinn kom líka inn á það að eins og í samanburðarlöndum og í Evrópu þá hækka stýrivextir en vextir bankana hækki ekki endilega það sama og stýrivextir. Hérna þetta allt sem keyrt upp og einu viðmælendur sem eru teknir eru talsmenn sömu banka sem hafa mestan hagað í að græða meira og auka hjá sér vaxtamun og auka hjá sér vaxtatekjur. Og ég hef líka spurt, af hverju talið ekki við fólkið sem er á leigumarkaði? Af hverju tölum við ekki við fólkið sem hefur fengið tvöföldun á greiðslubyrði lánana sinna? Af hverju tölum við ekki við fólkið sem býður eftir því að vextirnir verið endurskoðanir og hvernig sú staða verður þegar afborganir tvöfaldast? Það verið að tala alltaf við fólkið sem talar upp með neikvæðum hætti ástandið og síðan viðbröðin við því sem kemur því síðan best. Ragnar, takk fyrir að koma hingað. Sigurður farið í Iðnó á morgun og hlustað á Ragnar og Vilhjálm Birgisson og Guðmund Hrafn Arngrímsson og Marínu G. Njálsson og Ástu Lóu talandi stöðu heimilana í dag. Þetta fundur á vegum hagsmunasamtaka heimilana sem að Ragnar tók þátt í að stofna og Marínu reynda líka held ég. Takk aftur Ragnar. Takk. Við ætlum að fara að taka upp léttara hjal, við ætlum að tala deilumál sem hefur verið í lengi, borgarlínu. Þetta augnablik. Það er borgarlína sem svona deilumál í samfélaginu búin að vera seigfljótandi deilumál í mörg ár. Og við ætlum svona aðeins að byrja að ræða það. Því það eru svona einhverja breytingar og að taka upp samningin og eitthvað lera. Til þess að hjálpa okkur svona þess að byrja þá er hingað komið Hilmar Þór Björnsson, arkitekt. Velkomin. Takk. Arkitekt emeritus. Má segja það. Herðu, fínt að fá þig vegna þess að þú ert mjög ánægður með borgarlínu en þú ert líka ekkert ánægður með borgarlínu. Já. Ég Þannig þú ert eiginlega með og á móti borgarlínu. Já. Ég borgarlínan hugmyndin er náttúrulega mjög gömul. Bara erlendis frá þetta mjög lengi og hann Pétur Ármannsson hann skrifaði grein í Morgunblaðið eða reyndar í lesbók Morgunblaðsins skömmu eftir aldamótin og kom fram með þessa hugmynd að viðurkenna þróun Reykjavíkur í verki eins og hún hefur verið. Menn voru alltaf að berjast við miðbæinn og svona hvað hann ætti að vera en þróun hefur verið svo að það hefur gengið frá aðalstrætinu og inn Austurstrætið og Laugaveginn og Suðurlandsbrautina fram hjá
skeifunni og innettir. Það er bara þetta orðið til. Það er bara verið sagan. En svo maður sér oft þegar maður kemur inn í borgir, það er verið svona til bara í kringum leiðina sem fólk keyrir eða lappar eða ríður á hestum. Þetta, víða bara, já, og hún fannst að maður ætti að viðurkenna þessa og búa til þennan þróanás með borgarlínunni. Og þetta rataði inn í aðalskipulag Reykjavíkur 2010 til 30 og mér fannst alveg heillandi. Þarna væri búið að viðurkenna Reykjavík borg sem línulega borg og var alveg heillar yfir þessu og skrifaði þetta, ég var það með bloggsíðu og sá þetta sem bara megin kost þessa nýja borgarskipla fyrir þetta náttúrulega þétting byggðar náttúrulega útþensluland að stoppa, sem er náttúrulega sjálfsagt. Svo gerist það að sérfræðingar koma, Kófi, ég var hérna á þessu fundin í einu sem voru að kynna þetta og mér fannst þeir vera svolítið eins og sérfræðingar á sunnan sem voru að plata sveitamannin. Þeir voru svona gerði miklu meir úr þessu heldur en til þeim stóð til. Og mér finnst einmitt það sem það gerst. Núna fór ég í gegnum út af þessu viðtalinu, fór ég í gegnum borgarlínu félagsbókarsíðuna sem er svona opinberu borgarlínu síðuna og mér fannst eins og maður vera að skoða auglýsingabækling frá ferðarskrifstofu. Þetta var allt svo yndislegt. Bara alveg ótrúlega flott hús, mikil þétting, fullt af fólki og það talaði kaffistofur og huggulegt út allt og fólk á að hittast út allt og þetta var svo ótrúlega huggulegt að þetta er bara eiginlega óhuggulegt. Myndir af einhverjum sem er með flugdreka, það var oft að selja mann eitthvað, það var flugdreka. Já, það var nú Remax loftbelgurum var oft en hann er náttúrulega horfin en mér finnst það er verið að pakka ykkur inn og reyna að selja okkur þetta er ekki umræða það hvernig borgin okkar á að vera og svo horfum maður á þetta og það hvergi talað um hvað þetta er að kosta og legan er voðalega skrítin finnst mér, hún er ekki þar sem þörfin er mest, ég hefði viljað fá bara línu austur og vestur og ekki meira en það? Jú Svo þegar höfuðborgarsvæðið sem samgöngusáttmálinn var gerður þegar þeir komu all sveitarfélögin 6 inn í þetta, þá þurfti hann að fara norður og suður og ég hefði viljað hafa frá Borgartúnni eftir Kringlumýrarbrautinni, Hafnarfirðinum og suður í Hafnarfjörð, suður á vellina bara og svo frá Seltjarnarnesi og upp í Ártúnsholt eða Keldnaholt. Og þá í gegnum Laugaveginn og... Já, Laugaveginn, ég er alltaf skeptisk með hverfiskutan, þannig bara og þá komið svona stjarna eða svona kross eða T og þetta ætti að vera þannig og þarna er þetta þessi þörfin er mest og svo verður þetta að fóðra þetta með strætó, skilur við. Nei, þetta er borgarlínan sem væri bara sér akrein eins og hún er hugsuð og væri óháð umferðinni og væri alltaf á grænu ljósi og hún væri bara einn á þarna og maður getur stilt að klukkan 7 mínútur yfir, þá er hún hérna og 8 mínútur yfir stannastar og maður getur stilt sig inn á þetta en svo til þess að fóðra þetta, þá er það gert með þéttingu byggðar sem kæmi sem sagt eftir á eins og við gerðum í Vínaborg og Kaupmannahöfn, maður leggur borgarlínuna fyrst, svo þéttir maður ekki öfugt hérna getur maður öfugt hérna byrjar maður að gefa heimildir í þéttingar og svo veit maður ekki sprengir upp verðan, þetta er orkureiturinn og Ártúnsholt og selja þetta alveg svífirðulega verði þannig að það verður fólki sem að mun búi þessum íbúðum verður alla æfina að borga fyrir þetta það er nú alveg það er nú alveg eitt það er nú annað handleikur og líka varandi lóðar brask núna er til dæmis maður veit að það er kaupum og sölum og skiptur kennitölu eða þetta nýr kaupendur og þetta vex alltaf og svo er krafan og svo mikil og stjórnmálumenn að þau verða heimila miklu meira þetta er svona innbyggt hækka húsið og þetta verður svona fara nær götunni þetta er svona Ok, en var ég að trúa þess að ég skil þetta þá á ég fyrst að fara frá Ártúnsholtinu og leiðina sem að þú vilt en svo beygir það eitthvað inn Suðurgötuna og fer svo yfir í Kópavoginn og ég man ekki hvert það fer svo. Jú, svo fer það yfir brú, Fossvogsbrúna þetta sem áreindar að vera tilbúin eftir 1 ár, það er náttúrulega aldrei, og svo að fara Borgarholtsbrautinu og enda í Hamraborginni og þetta er 14,5 kílómetrar. Ég held að það er alveg hægt að hafa þessa línu sem ég er að tala um, þetta er 20 kílómetrar fyrir sama pening, sem til Hafnarfjarðar
og austur og vestur í Í borginni. staðin fyrir að taka þessa slaufu þarna eftir Og sögurinn. ég sé ekki alveg sko tilkvæmst það er gert, en ég mig grunar að hvað er gert. Mig grunar það sé það að það er gerð skipulagsmistök, það er náttúrulega háskólinn í Reykjavík, skipulagsmistök, hann átti að geta verið þarna. Í svona Endan bara, þetta er bara alveg skelfilegt. Þannig blindgötu eiginlega. Já, blindgötu og svo er það líka Landspítalinn, hann átti náttúrulega ekki að vera þarna, maður sér alltaf betur og betur og núna er maður semst að tengja þetta saman og býr til borgarlínu sem fer þarna fram hjá háskólanum, fram hjá Landspítalanum og að háskólanum er ekki, hann getur ekki enda þar. Svona fyrir alltaf áfram með brú og heldur áfram í Hamraborgina. Þetta er eiginlega, þetta er svona löng leið. Löng leið og það er engin að fara og engin erindi í Hamraborgina. Hvað gerir þú stígur úr lestinu vagnum í Hamraborgina? Þá fyrir bara, hvað gerir þau þá? Þú getur farið í Gerðarsafn. Eða salin eitthvað. Nei, ég held að þetta sé svona, af því að maður er alltaf svona með einhver samsveldkenningar, ég held að þetta sé gangi út á það að þegar að borgarleininu komin í gegnum Vatnsmýrina, þá kemur þrýstingur að bóla flugvöllinu burt á sig, menn við erum með borgarlínuna þarna, við erum að byggja meira þarna og þannig er það sko. En það var, þú sagðir áðan að væri snjallt að leggja línuna fyrst og byggja svo. Já, ég sagði það, já. En þetta er ekki snjallt. Jú, þetta gengur út að koma flugvöllinu burtu. En ég er á því, ég er á því að byggja borgarlínu fyrst. Þetta gerði maður í Vínaborg og gerði í Kaupmannum. Maður lagði metróð út í Öristæðin fyrst, svo byggði maður. Og í Vínaborg lagði maður metró, þetta öðruvísi, undir Dóná í nýtt hverfi og það var mikla deilur það, af hverju maður gerði þetta. Þá sögðu stjórnmálamennir og ráðgjafarnir svo skynsamlega að fyrst myndi iðnamennir nota þetta og svo þegar fólki flytti inn þá væri borgarlínu þar og þau lærða að nota hana. En er þetta ekki svona full dýr aðferð við að þrýsta á að Reykjavík fari? Og er þetta ekki svolítið dýr aðferð? Jú, mjög dýr aðferð, og vitlaus. Ég held að, ég hef nú sko vild að flugvöllurinn þetta fari, hann ná ekki heima þarna, en við höfum ekki efna á því að leggja niður og höfum ekki efna að byggja nýjan flugvöll og höfum ekki búið að finna lausn á þessu og meðan það er ekki búið þá verður hann þarna. En ég nefni það að þetta Keldnaland sem er núna fyrir að taka til skipulags, það er sko jafn stórt og Vatnsmýri, það er 100 hektarar, þannig að þetta er sko ekki, þannig að okkur vanti pláss. Og ég held að reyndar að ég veit ekki það er búið að flytja of mikið af atvinnutækifærum inn í miðborgina og það er líka annað sko að aðal vandinn umferðarvandinn stafar af þessu jafnvægi skipulagsmálum. Það er þannig að þegar ég var alveg upp og þú varst alveg upp á Álfheimum í Vesturbænum, þá var allar verslanir í göngufæri. Allt í göngufæri. Núna á ég heima en þá á Haugunum, en ég þarf að fara 3 kilometra til að kaupa í mann. Fara út á Granda? Út á Granda, já. Og þetta eykur umferðina. Þetta er bara í blokkinni sem ég átti heim. Það er náttúrulega götur sem ráða ekkert við þessu umferð, eins og til dæmis bara Mýrargatan og þetta ræður ekkert við þessu umferð. Nei. Og þetta þarf að jafna. Þess vegna hefði Landspítalinn átt að vera upp í Keldnaholti, þá myndi maður jafna umferðina. Og það er að færa verslun og þjónustuninn í hverfin og búa til, láta þau vera sjálfbærari og skemmtilegri náttúrulega, miklu skemmtilegri. Það voru fleiri borgir og byggðarlög sem að gerði þessi sömu mistök sem að voru að vera með svona stóra kassa í útjaðri byggðarna og eyðilögðu bæina. Já, þetta var kallað sóning, þá setjum maður atvinnutækjun á einu stað, íbúðin annar staðar og þetta er náttúrulega úrelt. En þetta var þegar fólk dreymdi að eiga engabíl og það var draumurinn, sko. Reykjavík er skipulöð í kringu þetta. Já. Og það er ekki auðvelt að snúið við, en það tekur tíma, þetta er hægt. Þéttingi byggðar sem er hugtak sem er til víðar heldur en hér, hún snýst meðal annars að hafa þjónustuna inn í hverfunum eða ekki? Já. Þannig að það meikar eiginlega ekki sens að vera þétta byggðina eða þú ert alltaf með dagvöruverslun út á Granda. Nei. Þú tekir vel til í París? Já, það er náttúrulega sérstakt sko. Já, það er sérstakt. Það er alltaf skipulega þannig að sjötu kona á að geta gengið til heimilislæknis. Já,
og það er kröfur það að ganga til bakarans apótekið og ef ekki bakari fæst til að reka bakari í nágrunni heimilið þá borgar ríkið styrkja til að halda það verður allir rétt að fara til bakarans Þetta er nú reyndar eitthvað aðeins að bresta sko. Það er svo mikið braski gangi að maður sér sumum hverfunum er eyðileggingin hafin þar sem að ostasalinn var er komið núna einhver búð sem að selur bara röndóta nærbuxur það situr ykkur sem að leiðist þarna innst inni og borða tyggjó og er horfið í farsíman sinn og engi kemur hann Nei, og líka útlitið er ennþá með ostabúðinni það er fríðað sko en maður lappar inn í búlansirí eða patisserí og þá er það bara nærbuxabúð en það er náttúrulega skipulagið þar er svo mannlega eins og í mannlegum skala að sá sem hefur búið í París hann verður ekki samur hann á í erfiðleikum með að skilja þetta skipulag sem er hér til dæmis Svo er þetta þessi 20 borgarhlutar þeir eru sjálfbærir, þú getur lappað færð allt innan borgarhlutans ég var búið þarna bæði þegar foreldrar mínum voru og svo var ég þarna í 2 mánuði í Kjarvalsbúðinni og þeir eru búin að vera í 2 vikur þá voru allir farnir að heilsa mér var búin að eignast nágranna strax bakarinn, og þetta þýðir líka það að þú fer til slátrarans og hann þekkir þig og hann þekkir líka sko bóndan eða byrgjan sem sér á kjötið þannig að það þarf ekki að vera sko innihaldslýsingar eða síðasta dagsetning á vörunum þetta byggir það bara á mannlegu trausti sko. Svona eru náttúrulega eiga borgir að vera við erum svolítið langt frá þessu við getum gert þetta það eru hugmyndur að þetta hverfaskipulag sem er í gangi hverfaskipulag og þá að gera hverfin sjálfbær og þetta er mjög falleg hugsun að búið til hverfaskipulag og það minkar líka þú fer ekki milli hverfa, færð allt inn öllum hverfis þegar út að vinna einhvers staðar sækja einhvað að heimsækja gamla frænkuðina í ballett og allt þetta og svona, en þú átt að geta þetta hverfaskipulag er mjög gott en það hefur gengið svolítið út á þéttingu byggða, það er bara menna að svona missjónara markmiðinu. Það er ekkert í hverfunum nema bara þétt hús Þú nefndir við ætlum nú reynda að tala um borgarlínuna en að því að þú fer svona víða völl að þá er byggðin við Valsheimilið sem er svona út í Vatnsmýrinni þar er svona þétt hús og þar er gert ráð fyrir þjónustu á jarðaðinum en það er voða lítið þjónustar Hvað sýrðu? Það er voða lítil þjónusta Já, það er lítið þjónusta Ég lappa alltaf hverfiskotuna heim Það er náttúrulega einhver þjónustöðar en það er mikið af svona Hvar býrðu? Ég bý niður í bæ þannig að ég lappa hérna úr bólaldinu og hverfiskotuna Fyrir hvernig lögveginn? Já, ég veit ekki hvað það er Kannski það er ekki ná lögveginnum að túrista lengur ég veit ekki hvað ég gera það en kannski bara því að hverfiskatan er að breytast mikið meira heldur en lögveginn En þar sér maður að það er mikið af rými en það er ekki alltaf starfsemi í þessu og ekki kannski starfsemi sem maður undir reikna með að vera í þessu. Nei, það er af því að þetta er ódýrt. Ég veit það, ég búið hún í Kaupmannahöfn, þarna í Albertslún, það var skipulagt svona göngusvæði, aðalgöngusvæði, það rátt að vera reiðhjólaverstaði og skósmiður og svona, einhvern sem hafa litla veltu, litla þjónustu og litli vinnustæðir, keramikar og listamenn og svona. Reiðhjólaverstaði sem farið á hverju Ég held að reiðhjólaverstaði sé farið. Ok, já. En það sýndi sig að þetta voru nýtt, það voru dýrt. Það kom aldrei neitt. Það var aldrei neitt. Það þarf að greiða þetta bara niður. Það er bara ekki kosta neitt. Ég veit ekki. Já, herði, eitthvað var að segja með frá því einhverju borg í Bandaríkjunum þar sem að þú fékkst ef þú varst með þjónustu á jarðhæðinni, þá fékkst þú ókeypis íbúð fyrir ofan. Já. Og það var að því að það var draumurinn að búa til að því að því fylgir oft svona það er ekki stórgrossirinn sem býr þarna fyrir ofan því hann þarf að eiga svona stóra verslun þannig að þá var laðað inn svona þess að voru með smáverslanir Þetta er mjög algengt í Fraklandi út allt Fraklandi Herðu, en borgarlínan heldur það að verði af henni? Sko, já, ég held það nú og ég vona það er alveg klart mál, en ég er mjög skeptískur á þessu aðferð sem er að fara. Ég er bara mjög efins það. Þú myndir vilja byrja bara á einni línu sem er frá... Einni línu austur og vestur og svo sur í Hafnarfjörð. Alveg klálega. Og svo getur maður sem sagt látið
strætó þjónusta þetta og menn að tala sko þetta sé loftslagsmál og svona og það það auðvitað líka en ef að það loftslagsmál þá ættum maður löngu verið búin að gera strætó að rammas drifnum og það svona að vera að grípa alls konar rök til þess að gera þetta en þau mér finnst ekki halda bara ekki bara halda ekki. Notar þú strætó? Notar þú strætó? Nei, en ég labba svona 8 km á dag. Ég labba allt sem ég fer innan 100 og 700 Ég nota strætó og strætó svolítið hörna þannig aldrei á tíma og stundum finnst manni það bara felli út strætó þannig að þú helst þú ætlar að býða bara eftir strætó sem kemur til kortir og þá kemur þetta til hálftíma og svo það sem annað sem að fólk að tala að strætó átt að þjóna borgarlínunni að þá það svona neti sem að hríslast út í hverfin, það mikið að láta á sjá vegna þess að strætó alltaf eins og þessi frekar að leita því að vera nógu fljótur sko frá ADB en þú veist þessi að maður geti farið inn í þessi sótt inn í hverfin fólk þarf að labba oft langa leiðir til þess að komast í strætóin þannig að strætóin á sama tíma og verið að horfa á uppbyggingu borgarlínu þá strætó að mörgu leiti sko komið með lagari þjónustu hvað sínu kunnu Ég skil heldur ekki hvernig sko borgarlínan frá Hamraborg upp í Salahverfi, hún bara með annar umferð. Svo kemur hún inn í Hamraborgina, þá fer hún eftir á Sérakurinn og ég get ekki séð sko ef að vagnin og setn. Þetta gengur ekki saman. Það verður að vera hrein borgarlína og hrein strætókerfi. Þannig að vagnin kom í 7 mínútur yfir. Já, bara alveg og maður viti það. Og ef maður kemur nærum ekki þá býður maður í 7 mínútur eða 7,5 mínútu við þekkjum þetta í París og Kaupmannahöfn maður fer bara stöð og býður hann kemur bara þessu stutt á milli Það náttúrulega kerfið þar þeir náttúrulega með metró en síðan ofan á jörðinni með ótrúlega þéttriðið strætókerfi sem að sko fólk mjög fljótt að læra að nota frekar sko af því að það bara svo gott Og ég held sem sagt að það þurfi að hugsa þetta upp á nýtt. Og ég dálítið hneykslaður á þessum áætlunum. Nú sagði borgarstjórinn og formar skipulagsráðs í febrúar að Miklabrautin komin í stokk eftir 3,5 ár. Það ekki byrjað á því. Brúin yfir Það held ég að sé líka hvert á umfyrir að fara þegar Miklabrautin fyrir Já, það náttúrulega alveg, ég held að það er ekki hægt að gera þetta. Ég held að það ekki. Nei, ég held að það ekki hægt. Það verður að bora göng, sko. Já, Sæbrautin og Bústaðavegurinn takkir ekki, sko. Nei. Og svo brúin yfir Fossvog, hún á verið búin eftir árið 2024 og það er ekki byrjað henni. Og þetta svo stór plan, þetta svolítið svona eins og einhvern vantar íbúð, 2-herbergja íbúð eða 3-herbergja íbúð en að láta sig horfa alltaf á einhvað einbýlishús út á Arnarnesinu. Draumurinn svo stór að þeir ráða ekki við það. Miklu betur að setja sér markmið sem ræði við og klára það. Það þess vegna fór ég að tala strætó sko, að því að ef þú ætlar að byggja upp þjónustu þá hlustar á kunnana þina. Já. En mér finnst eins og við almenningssamgöngur á Íslandi, eða í höfuborgarsvæðinu, sé ekki hlustað á kunnana hvað þeir vilja. Heldur verið að skoða eitthvað sem eitthvað sá út í San Francisco eða Düsseldorf og það verið alltaf að reyna að ná inn einhvern kunnum sem nota ekki strætó, eins og strætó verið góður eða kemur eitthvað bara annað fólkarnir. Ég held að þeir ætti að hafa eitthvað lítillæti og fara að þjónustu það sem nota strætó nú og byggja góða þjónustu út frá því. Það galið í skipulagsfræðum? Nei, þetta bara tómvillesa sko. Fólk, þetta er svona likvitt sko, vatni fer þar sem það er auðveldast og fólk farþegarnir fara þá sem er þægilegast og ef það er þægilegast að fara með strætó eða ganga eins og þekkjum í París og víðar þá fer það þá leiðina, ef það er ekki þægilegt þá fer aðra leið. Það er bara þannig. Þetta er svona likvitt sko. Herðu Hilmar, takk fyrir að koma hingað og spjalla við okkur. Við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðið og nú ætlum við að tala pólitík. Hún kemur hingað rétt svo eftir þegar við erum búin að tala pólitíkina að þá ætlum við að halda áfram hérna, þannig að ég hvet ykkur til þess að fylgjast með að þá ætlar María Pétursdóttir koma hingað og tala við Kristínu Davíðsdóttur sem hjúkrunarfræðingur á Landspítalanum stöðu fíkla, en áður en að því kemur ætla ég að tala við Evu H. Önnudóttur stöðu flokkana, ríkisstjórnarinnar og ekki síður stöðu kjósenda eftir augnablik.
Merðu, já, það hafa verið svona ákveðna breytingar í pólitíska landslæginu, gætu sagt bara eftir COVID kannski, og kannski þá mátti sjá svona, það hefur verið breytingar á fylgi með stjórnmálaflokkunum og fylgi við ríkisstjórnarflokkana, en svo náttúrulega í haust að þá rís upp fylgi samfylkingarna, það var reynda að byrja að rísa upp svona mitt sumar, en síðan eftir landsfundin þegar það skipt var fórustu að þá skaust samfylkinu upp og hún hefur mælst starri en sjálfstæðisflokkurinn í bara nokkrum konunum, núna síðast á maskinu, sem að gerist nú ekki á hverjum degi á Íslandi. Til að ræða þessar sveiflur og kannski svona stöðuna á flokkonum og stjórnvöldum hingað komin hún Eva H. Önnudóttir, hún prófessor í stjórnmálafræði og eina af þeim sem tekur þátt í kosningarannsóknum sem orðið svona góður bunki, þetta er merkileg rannsókn sem heldur áfram. Já, þetta er bara establishment í íslenskum rannsóknum. Herðu, þessar breytingar, ef að byrja á samfylkingunni sem að rís svona upp. Já, hún alltaf skýst svona upp núna einmitt eins og þú sagði með haustinu eða eftir haustið og einmitt eftir að hafa breytt fórustu en líka eftir að flokkurinn raunum breytti fókus eða áherslur. Já, að Kristrún breytt áherslur. Já, væntalega hefur hún gert það vonandi í samráði við sína kollega það sem að þau hverfa frá ESB og leggja minna á stjórnarskrána og eins og þau segja sjálfa þau vilja fara í kjarnan á sósíaldemokratisma á ný. Sko. Berjast fyrir því sem fólk vill. Já. Húsnæðismálum, heilbrigðismálum, eitthvað sem að bara almenningur þarf að fá úrlausnir á. Já, sem að eitthvað sem að klárlega skipti máli og kannski sveigja frá svona identity stjórnmálu kannski líka, eða? Já, ég veit ekki hvað Ég veit ekki hvað það er. Það getur verið eitthvað svona eitthvað staðar flótta fólk yfir í transfólk sem að svona maður sér Kristrún ekki tjá sig mikið á þessu svæði. Já, þú ert að tala svona málefni sem eru ekki svona vinstri hægri málefni. Já, svona Logi og Helga Vala hafa verið í þinginu þarna á þessu svæði. Já, og eitthvað sem að maður myndi kannski Píratarnir. Já, Píratarnir mjög mikið. Eitthvað sem að maður gæti mögulega að kalla eitthvað svona frjálslindi versus stjórnlindi, það er alltaf pingu trikki að setja merki miða á þetta. En ég meina þau mál eru náttúrulega klárlega mikilvæg en það er alveg örugglega mikið til í að samfylkingin hafa kannski svolítið horfið frá því en allavega hún greinilega allavega eins og hennar málflutningur að fara í það sem hún kallar kjarnan á sósíaldemokratíunni. Demokratíunni. Heldur að þessi að það lyftist í könnunum síðan svona svar almennings við þessu að þetta er það sem almenningu vill heyra? Því ég held að sé örugglega margar skýringar án þess að hafa skoðan eitt sérstaklega þeir sem áttu að segjast núna alltaf kjósa samfylkinguna hvað er hversu síðast að þá finnst mér mjög líklegt að þeir sé að taka fylgi frá óánægju fylgi frá Vinstri grænum og kannski meðal annars vegna þess að þau eru farin að leggja þessa auknu áherslu á það sem maður kalla hjarta í vinstri stefnunni eða hjá sósíaldemókrötum sem fór kannski minna fyrir áður og það er náttúrulega stór hópur kjósenda eða vinstri sinnar kjósenda sem að hafa kannski kosið VG gegnum tíðina sem að hafa verið svolítið heimilislaus kannski síðan VG tók þátt í þessari ríkisstjórn. Þannig að mig grunnar að stór hluti af þessu sé raunar að það fylgi þá að fara núna í könnunum á samfylkinguna. Sem að voru á flakk bara strax 2017. Í leitað nýju heimili? Já, akkurat og Staldraði kannski við á Framsókn, ekki bara best að kjósa Framsókn? Ég nefnilega, við sáum það nú í íslensku kosningarannsóknum 2021 sem við verum að vinna í að ganga frá gögnunum að VG virtist tapa mest til Framsóknarflokksins, ekki til samfylkingar eða annara flokka, áður hefur VG tapað til Pírata en já, það sjáum við sjáum ýmismerki það. Já, þegar maður ber saman kannanir og frá því sumar og svo með haustinu og reynir að sjá hvaða flokkar er að þá tapa fylgi frá því áður en að samfylgi byrja að rísa að þá er það náttúrulega Framsókn og VG í ríkisstjórninni, hinir flokkarnir í ríkisstjórninni og svo náttúrulega svona flokkarnir sem hafa verið með samfylgingunni á þinginu, Píratar og Viðreisn sem að
það eins og fylgisaukning samfylgingana setja svona svolítið loka á möguleika þeirra á að geta vaxið. Já, ég meina klárlega, þessi kaka stækkar ekkert. Það þeir eru án efa einmitt að kroppa fylgja á ýmsum stöðum og ef maður staðsetur samfylkinguna á svona vinstri hægri þá kannski svona vinstra megin við miðju, Viðreisn svona hægra megin við miðju, Píratarnir eru þarna á svipuðum slóðum, þannig að það ekkit ólíklegt að þeir kroppi í fylgja af öllum þeim flokkum. En nú breytt forysta, hún oft svona, það verður eitthvað svona nýi kallinn og fólk sem í miklu vandræðum verður alltaf svo vongott að það horfir til nýra forystu. Það ekki bara best að kjósa Kristrúnu. Hvað heldur að það skiptir máli, svona nýtt festandlit og náttúrulega kemur einstaklega vel fyrir, ég held að allir samanlega það í öllum viðtölum og hvort sem hún að spila á harmoniku hjá Gísla Marteini eða hýðast við Bjalla Ben í Sprengisandi, þá heldur að það skiptir máli? Sko, það algjörlega deildar meiningar hversu miklu máli leiðtoginn skipti fyrir fylgi í kosningum og en það ekki þar með sagt, sko, þó svo leiðtoginn kannski drægi ekki einn og sér mikið til sín fylgi, þá ekki þar með sagt að leiðtoginn skipti ekki máli. Það sem og þetta har algjörlega deilda meiningar þetta í stjórnmálafræðinni. Það tala aukna áherslu á personur og persónu þá leiðtogana og hver viðkomandi og hvernig viðkomandi og kemur fyrir og það eru kannski áhrif frá bandarískum stjórnmálum og mögulega breskum, en það náttúrulega líka oft verið að kjósa forystu, og líka verið að kjósa það vita, þú veist, ef þú kýst til dæmis í Bretlandi íhaldsflokkin, þá að kjósa leiðtogaflokksins sem forsætisráðherra. Punkturinn sem ég ætla að koma að að í kosningakerfum eins og við erum með í Íslandi sem við erum með flokkakjör, við erum með marga flokka, að þá mjög margt sem bendir til þess að það eru málefnin og það eru stefnan og hvað flokkarnir standa fyrir sem að skipta höfumáli þegar kemur að hvað fólk kýs. Þannig að fólk kýs eftir lífsafstöðu sinni og stjórnmálaskoðun. Já, en eins og segi, það eru deilda meiningar. En við getum alveg stilt þessu upp þannig að til dæmis Katrín Jakobsdóttir, formaður VG, búin að vera mjög vinsæl mjög lengi, en hún ekki að ná að toga það fylgi inn í flokkin sinn. Og hvað merkir það að vinsældir hennar séu ekki séu ekki pólitískar, heldur bara kann fólk vel við hann og finnst hún skemmtileg og snjöll, en bara ekki trefin að hennar pólitík og kýst þar henni bara eitthvað allt annað. Já. Tóða líki vel við hana. Já, en það sem samt svo áhugavert sko með, og þá ég raun og að segja gegn því sem ég var að segja rétt á hann, með, nú kom ný forysta hana hjá Kristrúnu, hjá samfylkingunni, og ef maður horfir bara kannanir, þá held ég að segja ekkert að líta fram hjá því að þessi nýju og ferski andblær að afla flokknum fylgis í könnunum núna. En það má ekki gleyma því að hann líka breytum stefnu. Þannig að það hefur náttúrulega verið áhugavert að vera með svona tilraun þar sem við hefur verið með samfylkinguna, Kristrún verið formaður og flokkurinn breytir ekkert stefnu. Hvað hefði þá gerst? Og svo var það líka að það má sjá að það var svona lifting á fylginu frá svona miðju sumri allavega. Og það náttúrulega ef þú gerir einhverja breytingar, þá betra að gera breytingar í uppstreymi. Því að það getur hjálpa uppstreyminu. Það alveg sama, ef þú ert á niðurleið, þá alveg sama hverju þú breytir, það mjög sjaldan sem hún að snúa ykkur við. Það ekki nú flokka sem að skiptum forystu í panik. Já, akkurat. Herðu, þannig að en svo gerist það stundum að flokka liftast upp tíma og oft ekki dæmi af Pírötum sem að liftast upp í 35-36% og voru náttúrulega með það fylgi bara í rúmt ár. Já. Það oft talað það eins og það hefur verið einhvern tíma meldist mann í kvennalisti fór upp í 30 en það var bara í svona einni könnun sem oft gerist, það bara slær til eitthvað í einni könnun, en Píratarnir voru þarna náttúrulega fóstruðu þetta, hvað ég var að segja, svona óánægju fylgi mjög lengi. Getur verið að ég heyrði varaformanninn segja í Silfrinu, Guðmund Árna, að þeir var ekki að laða til sín óánægju fylgi, þeir vildu fá ánægju fylgi. Já, það náttúrulega ánefa sko hans óskastaða en það sko einmitt með þegar fylgi Pírata rauksun upp þá einmitt, ég held að hafa ekki bara verið óánægju fylgi, heldur líka
að þeir sem voru fulltrúar Pírata á þingi á þessum tíma þóttu bara standa sem okkur vel. En það var 30 manna þingflokkurinn. Já, og það var eitthvað svona meðbyr með þeim, en það náttúrulega, þetta sýnir líka að það eitt að mæla sko hátt í könnunum á miðju kjörtímabili og svo hvað þú færði í kosningunum. Og maður sér líka ofta fylgiflokka eykst í kringum landsþingin, að þá svolítið mikið verið að fjallum flokkin. Það gerði á samfylkingunum, ekki á sjálfstæðarflokkunum? Já. Það gerði ekki á sjálfstæðarflokkunum? Ekki núna, nei. Og kannski landsið það hefur gerst eða hvað? Sjálfstæðarflokkurinn er alltaf búin að vera svolítið fastur í þessu 25% fylgi pluss mínus eitthvað. Já. Hefur rokkað þannig á milli, en þetta með þessar fylgiskannanir á milli kosninga og ég held að flesti sem eru í stjórnmálum gera sér fyllilega grein fyrir því að þær sína ekkert endilega raunsanna mynd af úrslitum kosninga og sérstaklega ekki þegar það verða svona eitthvað mikla breytingar upp eða niður. Og þú vilt sjá til svona hvernig það verður vor. Já, bara þegar kemur á kosningu. Sko, En eitt gæti verið, og það nú þekkt eða ekki, að fólk getur verið svona óanægt með stjórnvöld. En það kannski raskar ekkert mikið fylginu, stjórnvöld sem að njóta ekkert íkja mikil tröst geta ég fyrir unni kostningar. Ef að valkosturinn ekki nógu skýr, getur verið að svona með Kristrúnu og svona sem breyttu áherslu sem þú ert að nefna, að þarna sé komin í stjórnarandstöðun einhvern veginn álitlegri valkostur heldur en var þegar Samfylkingin var lítil og Píratarnir og Viðreisn og þetta er náttúrulega mjög þekkt að stjórnarandstaðan þessar ríkisstjórn tvístruð og ólík að þetta með Sigmund Davíð og Ingu Sæland og með allt litur úr stjórnmáluna. Já, það er bara mjög áhört að velta þessari spurningu fyrir sér hvort að Kristrún gæti mögulega orðið sá sko leiðtogi sem að svolítið sameina stjórnarandstöðuna jafnvel þó svo ég sjá hún ekki fyrir mig sameina alla flokkana í stjórnarandstöðuna endilega. En sér svona raunvölu kostur við þá að því það er náttúrulega erfitt að vera stjórnarandstöð á móti ráðherranum sem að fara með valdið og er alltaf að birtast í fréttum eða hitt en með náttúrulega bara gaggrinandi í stjórnarandstöðunni að með þessum breytingum hafi náð að verða svona eins og valkostur við það að geta verið forsætisráður eða fjármálaráður eða Já, ég skal ekki segja sko, það er að þegar maður sér á sama tíma þá er að fjara svolítið undan ríkisstjórninu og svolítið hratt í haust. Já, akkurat og sko varðandi áður en að ég tala eða fyrir í ríkisstjórnina varðandi þessar fórustu samfylkingarinnar að þá verður svolítið áhvert að sjá hvernig í raun og veru Kristrúnu og hennar kollegum gengur þegar hún er komin aftur til starfa þegar hún er sérstaklega búin að vera í fæðingarorlofi. Þannig að það á bara svolítið eftir að ný fórustu samfylkingarna á bara svolítið eftir að sýna hvað hún stendur fyrir með hana sem leiðtóg, af því við erum ekki ennþá búin að sjá það. En svo varandi og líka bara hvernig tekst að halda flokknum saman, það er náttúrulega, þetta er flokkuð með marga álmur og mörg herbyrgi. Já. Það getur reynst erfitt. Já, en þá held ég að það sé nú svona ákveðin gulrót, eða það er að segja ef að flokknum gengur vel í könnunum og er með meðbyr, að þá er það svona hvatning fyrir að flokkunum bara heldur sér saman. Það er ekkert verið að rugga þeim bát. Nei, það er og það er ekki það að fólk siti eitthvað heima hjá sér og hugsa, nú gengur okkur svo vel, þannig að ég ætla ekki að vera með einn uppstætt, heldur bara, er þetta svona gæti gæst bara svolítið svona ómeðvitað, það getur orðað þannig. Já, og fólk það er ekkert sem að sigrar góðan árangur og fólk fylgir sér á bakvið ef hann gerist. Já. Herðu, en ríkisstjórnin, það er að svona fjara undan henni og þetta er kannski eitthvað svona rannsóknarefni verðandi áhrif á COVID og svona hvernig þessi ríkisstjórn, hvort þetta sé að þegar COVID fer að þá dungjum að því hún var raunverulega hátt eða hefur eitthvað gerst eftir COVID sem að veldur því að bara almenningur er síður spenntur fyrir ríkisstjórn. Ég held að stuðningurum í ríkisstjórnina í COVID var út af COVID og að því það er náttúrulega bara að skoða þetta sögulega að þá byrja ríkisstjórnir oft með frekar háan stuðning eða allan yfir helmingur sem að styður ríkisstjórnina og svo yfirleitt dalar það eftir því sem að líður á kjörtímabilið. Það gerist ekki
með ríkisstjórn Katrínar frá 2017-2021 og maður sér reyndar rétt fyrir COVID þá var það að byrja að dala og svo bara rauk það upp aftur og það bara vegna þess að stjórnmálin voru bara tekið sambandi á meðan COVID var í gangi og stjórnvöld byrtust þannig að þau ætluðu að bjarga okkur og hjálpa okkur Já, og þau náttúrulega settu sig svolítið bara þau settu sérfræðingana í framsæti og þau stýrðu þessu og þannig að það bara klárlega, stuðningurinn í COVID, þessi miklu stuðningur var ríkisstjórnin var út af COVID og svo sér maður núna bara, þetta orðið svona bara eins og venjulega, hann maður getur orðað þannig að stuðningurum minnkar, en svo hefur náttúrulega verið sem ekkert skrítið með að við hvað þetta eru ólíki flokkar í ríkisstjórninni, þá hafa náttúrulega verið bara erfimál þar sem að flokkarnir eru á öndurum meiði eða sitt hverjum endanum og alls konar mál, rafbyssur og innflytjendur og bankasalan og eitthvað fleira sem ég man ekki eftir í augnablikinu átökin á vinnumarkað reynir svolítið á ríkisstjórnina hún svara eða þú veist hún einhvern veginn spilar skringilega leik hún hálfgerðum felum gagvöldmálunni Já, akkurat og og þar verður náttúrulega hvað sem að ríkisstjórnin gerir en það náttúrulega reynir mikið á forsætisráðherra maður hefur séð í raun og veru maður hefur séð sem sagt fulltrúa sjálfstæðisflokksins tjásu þessi átök og svona þeim finnist að það nú að vera friður og fólk að semja og það kannski svolítið skilabóðin en maður sér svolítið ólíkan málflutning frá Vinstri grænu þar sem að þau bara halda sig svolítið til hlés og þetta getur, ímynda mér þetta sé bara mjög erfið staða fyrir þau Það sem kannski merkilt núna, ég náttúrulega man ekki svo sem alla kannanir en oft það þannig að þegar ríkisstjórnin svona byrjuð að dala og hún þessir að fara að nálgast 40% nú eitthvað stað, ég man ekki hvað, svona 44-45 en sameiginlegt fylgi flokkan lægra það ekki alltaf sem það þannig að það eins og það sé meira álag á fylgi flokkana heldur en trausti ríkisstjórnarna sem heldar það ekki gott fyrir flokkana því það getur ágætt að vera flokkur í sterkri stöðu en það bara eitthvað að ríkisstjórnin ekki að fungera þá áttu svona það svo eins og frekar að svona traustið á flokkonum sé að draga ríkisstjórnina niður eða ég parinn að geta mér ómikið til svona fyrir ykkur fræðafólkið? Ég veit það ekki, ég ég bara þetta sem að þú ert að segja náttúrulega að það samanlagt fylgi flokkana minna heldur en stuðningunum ríkisstjórnina ég hef ekkert skoðað þetta ég hef ekkert skoðað hvernig þetta hefur verið gegnum tíðina mér minnir að það hefur yfirleitt verið öfugt Já, ok en þetta er náttúrulega bara að segja manni það að það er mjög ólíklegt að óbreyttu að þessi ríkisstjórn haldi áfram því hún heldur ekki velli, allavega ekki nema að það komi ykkur fleiri flokkar inn Hún rettaði sér síðast en það var einhvern veginn líka bara þá voru þau náttúrulega ennþá svolítið að sigla á þessari ánægju með hvernig hún stóð sig varandi faraldurinn og þau eru ákveð kosningabarnum líka þannig að þau vildu stöðuleika og halda áfram ríkisstjórnarsamstarfi og lýstu svolítið að hinnkosturinn væri sundruð stjórnarandstað og óálitlegur kostur Herðu, það eru þarna sjálfstæðisflokkurinn hann heldur landsfund og bara 8 fjölmiðlana í viku en hann ekki að lyfta sér eftir þetta að draga áleitina af því Ég held að með sjálfstæðisflokkina þá alveg bursið frá þessum landsfundi ég meina í þessum könnunum núna mælist í kringum 20% ég tala hann sem 25% flokka því hann hefur verið að rokka frá 20 upp í 29 bara á síðustu frá efnaðarsunnu og frá dómi EFTA-dómstólsins hann var búin að lyfta sér upp rétt fyrir kostingarnar 2013 Já, í könnunum en svo kom EFTA-dómurinn og Sigmundur Davíð bara tók af honum bara 10% hann tók þessa aukningu en síðan hefur hann bara legið eins og þú þetta segja hann bara á góðum degi í 29 ég man ekki eftir því hann að fara yfir 30 Ekki í kosningum Ekki í könnunum heldur Nei En hann bara, ég held að þetta sé bara svolítið hans raunveruleiki hann með þetta í raun og veru heldur
sko eitt af það sem að gæti verið að gerast og við sjáum svona ýmismerkjum að hann heldur bara fast í sitt kjarnafylgi sem að yfirgaf hann ekki í kosningum 2009 eftir hrunið og og það þýðir sérst að hann er að taka, hann er ekki að taka neitt rosalega mikið af öðrum flokkum og heldur virðist bara vera svona nokkuð stöðut kjarnafylgi eins og maður kallar það slæmifréttirnar ef að þetta heldur svona áfram að þá eru slæmifréttirnar fyrir Sjálfstæðisflokkinn þær að þetta kjarnafylgi verður alltaf eldra þannig að og þið sjáu það í ykkar rannsóknum já, já, við höfum séð þetta og þetta var eitthvað sem að við sáum fyrst 2009 og auðvitað hefur þetta eitthvað breyst á milli ára en þetta er ekkit orði eins og það var áður og þannig að þeir eru eitthvað bara að halda svolítið fast í sína sem er auðvitað flokkum þykir væntum en þeir vilja kannski gjarnan fá líka eitthvað endurnýjun og eitthvað Það var náttúrulega reynt það með svona ákveðni endurnýjun á fórustunni og yngri konur komið inn í hana á þessu tímabili sem þú ert að lesa þá hefur það verið reynt en þið sjáu ekki að það sé að skila ykkur strax ef það mun skila ykkur Nei, það sem við sjáum að við berum bara saman alla flokkana sem að hafa náðu ykkur verulegu fylgi að þá sjáum við að það er minnst hreyfing á fylginu hjá Sjálfstæðisflokknum Hinni flokkarnir eru svona, hvað sem var bæði náttúrulega að missa kjósendur og líka að fá nýja kjósendur. Þetta er náttúrulega svolítið spennandi rannsóknarefni örugglega vegna þess að traust Íslendinga gagnvart Alþingi og bara stjórnmálakerfinu er ekki mikið. Þannig að kannski eru kjósendur meira og minna alltaf að bara kjósa illskasta kostin. Það er ekki eins og, allavega þegar maður tala við fólk, það er ekki eins og það sé að lýsa því eins og stjórnmála umhverfið sé eins og það vil helst hafa það, sko. Nei, já. En það var bara spurning, sko, hvernig það myndi vilja hafa það? Það er ekki á kjörselum, það er ekki box annað. Já. En þú kannast við þetta og við sjáum þetta í könnunum, það er minna traust á Alþingi hér heldur en víðast annars þar. Já. Og var að falla núna í nýjastu könnunni. Já, akkurat. Það er náttúrulega hrundi eftir efnaðarsunni 2008 og svo var það komið, það var svona, ég held að hafa verið 2021 að þá var það svona því eins og það var fyrir 36. Já, og svo bara núna gerist eitthvað og Var þetta ekki COVID sem lyftið upp? Það getur verið, sko, að það hafi bústað inn í trausti líka en mér minnir nú samt að það hafi haldist sko áfram hátt svona eftir að COVID allan að var að renna sitt skeið en svo bara hrynur það núna aftur eða dettur og pompar og og það er bara þá fer maður alltaf að giska hvað það er og það getur náttúrulega verið þessi átakamál sem hafa verið í gangi Íslandsbankasalan og fleira en það er einhvern veginn svona hvernig kjósendur hugsa þetta, þá getur maður svona bara gert svo svolítið í hugulund ef maður orðað þannig að því þú talar að stundum eru kjósendur að kjósa skásta kostin og það er auðvitað bara eins og svo margt annað, bara mjög misjænt eftir kjósendum, kannski eru sumið þannig bara hérna er bara flokkur sem er fullkominn og ég er rosa ána með hann og ég fer og kýsa hann, og meðan aðrir eru kannski bara svolítið að leita að þeim sem að þeir eru annarkvort minnst ósammála eða mest sammála eru kannski ekkit ánægð með allt í pakkanum en finnst þetta samt sem að vera eitthvað svona grunnstefna sem að þeir eru tilbúin til þess að styðja eða gefa tækifæri og kjósendur sem að segja sko ég pröfaði þessa og þeir svikum mig og ég pröfaði þessa og þeir svikum mig og ég pröfaði það sem eru kjósendur tala eins og sko margbrendir og sárir finnst þeir bara upplifa að vera sviknir af stjórnmálunum. Já. Og það er kannski sko ákveðin dilemma sem við stöndum frammi fyrir vegna þess að út af fjölgun flokka að auðvitað er það þannig að þegar flokkar fara saman í meiri hlutasamstarf að þá þarf að gera málumilnar og ég veit þetta hljóma svolítið svona klésja en það er þannig, það þarf að gera málumilnar og núna erum við með fleiri flokkar sem að geta komið að borðinu og við stöndum svolítið frammi fyrir því að annarkvort að fara í minnsta mögulega meiri hluta eins og var gert núna með Samfylkingu, Framsókn og Sjálfstæðisflokk og þá með ólíkum flokkum
eða að vera með, ef við viljum halda áfram að vera með meirihluta ríkisstjórnir, og það séu fleiri flokkar sem að í ríkisstjórn sem eru samt kannski aðeins nær hvora öðrum á málefnum og þurfa þá kannski þarlegandi að teygja sig styttra til þess að gera málefnir og var ekki svo kvartið við þessu meðal annars stjórnmálafólk að geta ekki búið til almennilegar hægri stjórnir eða almennilegar vinstri stjórnir eða almennilegar miðjustjórnir. Já, en þetta er bara raunveruleikin og og þegar ég tala sko að þetta sé dilemma sem að við stöndum frammi fyrir með fjölgun flokka, við erum með fjölgun flokka að því að samfélagið er orðið margbrotnara og það er stuðningur við fleiri heldur 4 flokka og fólk vill að þessi flokkar hafi rödd en á sama tíma þýðir það að ef við ætlum að halda áfram með þess að meirihluta ríkisstjórnir að þá þarf að annarkvort að vera með fleiri flokkar í ríkisstjórn eða fækka flokkum, Bjarni Benediktsson vill það. Hann vill fækka flokkum og maður heyrir það alveg á stjórnmálafólki að það er stundur svolítið svona við vilja gamlu tíman aftur það sem að var bara 4+1 á þingi 4 flokkar plus 1 líði þannig að en kosturinn alltaf eins og ég segi og er við að hafa svona marga flokka að þá er meir líkur að fólk finni eitthvað flokk sem að þeir eru sammála og sattur við. Og þetta er líkt kerfi og er á Norðurlöndunum sára lítill, það er eiginlega harðara gagvart litlu flokkunum hér eller náttúrulega þar. Já, við erum bara aðeins eftir á í þróinu, komum að setna inn sko. Herðu, þú sagðir að kjósendur kjósi yfirleitt svona eftir sínum stjórnmálaskoðunum. Þá var langanum að spyrja ef þegar hljótið að vera ansakað fólki sem að fór frá samfylkingunni frá 2009 og þá til það var komið alveg nýri í 5,7% 2016. Hvaða er þetta greinað? Þú varst að tala svolítið sjálfstæðisflokkinu og samsetninginu honum, er þetta greinað hvers konar fólk fór og hverju voru eftir? Svona út frá einhverjum svona einkennum öðrum heldur hvaða flokk það fór að kjósa eða? Já, svona eftir stjettum og aldri og og hvert er fóru kannski? Er þið með það? Sko varandi fylgiflokkana og stjettir að þá er ég ekki algjörlega með það á hreinu í raun og hvernig það lýsir sér í úrslitum kosninga en það sem við sjáum er að það hefur orðin aukin aðgreining á milli þeirra sem að minnst hafa og mest hafa líka eftir félagslegur og efnarslega stöðu og þar inni er menntun og tekjur og fleira í þeim dúr. Altså hvernig fólk kýs þá eftir því? Hvort að þú sett? Eftir því fyrir að tefsa að þessi aðgreiningin er að það sem ég er að segja er að það hefur bara orðið aukin stjættskipting í samfélaginu. Við sjáum það í gögnunum og en ég hef ekki skoðað nákvæmlega þetta sjálf í gögnunum með hvað fólk kýs en ég treysti mér samt alveg til þess að vera með þær tilgátur eða allavega ekki rætta að þessir sem að kannski líður eins og þeir hafa orðið svolítið eftir í samfélaginu eru í veikri félagslegur og efnahagslegri stöðu að þeir eru kannski líklegir til þess að kjósa nýja flokka sem að eru að leggja áherslu á þeirra mál. Það er alveg fólki sem upplifir sér sviknast af stjórnmálakerfinu því að það er staðir að segja það að þau eru svikin. Já, og þá erum við að tala Pírata og við erum að líka að tala flokkfólk sem hafi ræktast upp út af því að samfylkingin misti frá sér þessa hóp. Já, hvort sem það var samfylkingin eða einhverja aðri flokkar. Já. Og Píratarnir og samfylkingin, Píratar og flokkur fólksins vaksa upp svona, við gætum kalla svona á kjósenda lendum samfylkingarnir, það sem samfylkingin dreymdum að geta orðið. Já, eða vinstri greinum, það má ekki glemma þeim. Nei, þeir voru náttúrulega minni flokkurinn, þó svo að róttakari flokkurinn hafi yfirleitt verið stærri heldur en kratarnir. Alþýðubandalagið var yfirleitt alltaf stærra heldur en alþýðuflokkurinn. Já, akkurat. Þannig að maður var upplifið svolítið svona því að VFG byrjaði svo lítið þá gleymir maður svo oft að það er kannski í íslensku sögu þá er eiginlega eðlilega að VFG sé starra heldur samfélging ef þú segir að þessu arftakar alþýðubandalagið akkurat, sem að kannski maður á ekki að gera, ég veit ekki. Jú, ég veit um þetta.
En eitt af því sem kannski áhugaður punktur í þessu samhengi að sem hefur ekki með samfélkingun að gera, heldur með VFG, að þegar Píratar koma inn 2013, að þá sáum við í Íslensku kosningaransókninni að VFG og Píratar voru að býtast fylgi. Og fólk var að íhuga þessar tvo flokka, það var svolítið trend og munurinn á þeim sem að kausu síðan Pírata í staðan fyrir VFG, að það var fólki sem að trúði því að það væri miklu meiri spilling. Þannig að það að segja, og þetta bendir þá til þess að þeir sem að kausu VFG 2013 og hættu við að kjósa Pírata, ef við stillum því þannig upp að þau að vera svona að við hefum að meta þessa tvo kosti, að þeir sem kausu VFG, það voru það þeir sem trúðu þá ennþá að kerfið væri í lagi, ef maður getur orðað þannig. En þeir sem kausu þá Píratana, það var bara óréttlæti inn í kerfinu og það var að laga það. En ég meina Píratarnir trúðu í að kerfið væri gerspilt. Já. Og en þetta hefur þá verið róttækustu flokkarnir sem voru í valkostinir 2013. Á þeim tíma, já. Þeir ekki með mælikvarða það, svona þeir sem að vilja breytingar í samfélaginu og þeir sem vilja alls ekki breytingar og þeir sem að vilja bara temmilega litla breytingar. Þetta bara svona íhalsásinn, maður er svo sjálf að séð hann eiginlega notaðan. Já, nei, akkurat. Nei. Fólk náttúrulega ólíkt á því, sem eru til í breytingar, það eru bara vilja ekki breytingar, það eru vera hræddur við breytingar. Já, algjörlega. Það eru hræddur við stöðuleikan. Já, algjörlega. Stöðuleikin hefur náttúrulega verið seldur í íslenskum kjósendum bara aftur og aftur, eins og íslenski kjósendur séu raunverulega mjög íhalsamir og vilja stjórnvöld bjargi sér frá of miklum breytingum. Já, og það má ég alveg stilla því upp þannig að breytingar geta verið erfiðar. Og svo hinn póllin en við þurfum að breyta því að við þurfum að laga eitthvað. Þannig að þessi málflutningur með stöðuleika, að ég skil alveg okkur hann virkar, og sérstaklega ef allt gengur vel. Ef hlutirnir ganga vel, allir hafa svona þokkalega gott, að þá vil kannski fólk ekkert vera mikið á ruggabátnum. Allavega ekki svona meginströmmurinn. En svo kemur hinn punkturinn eða andstæðupóllin að það sé bara eitthvað stöðnun í gangi og við þurfum að breyta og gera betur. Það virkar þetta síður. Já, og það er svo kosningaslagar því að við aldrei haft það betra. Það virkar vel ef það er almennu tilfinning fólks, en það virkar afleidlega ef fólk upplifir að það hefði ekki betra. Já, algjörlega. Það getur að snúist í andrum fólki. Þú nefndir flokk fólksins, hvaðan hann svona gæti komið. Kannski freka frá samfélkingunni heldur VFG, menn einhvers þar á þessu svæði. Þannig að þetta kjósendunir eru þá kannski félagshyggju megin í lífinu, á meðan að flokkurinn ekki það endilega, hann svona stundum á hann til svona hægri svona strík í ýmsum málum. Já. En það sem hann alltaf hefur svolítið sem svona virðist vera kjarnin í stefnu fólksins þessi að berast fyrir bættum kjörum öryrkja standa með smesta próf Jesú og vinna gegn fátækt og sem bara klassískt vinstrimálum. Og þar að leiðandi að þá sér maður þeir kjósundur sem kjósana, þeir eru vinstra með við hægri. En svo kemur náttúrulega flokkurinn stundum með eitthvað málflutning sem fellur ekki alveg á þetta vinstra hægra eða kannski hægra með inn eða þannig að en við sjáum líka þannig að ef ég ætti að fara leika með eitthvað merki með það, að þá sjáum við svona íhaldssemi líka hjá flokki fólksins. Þá ekki íhaldssemi eins og hægri vinstri, heldur svona eða kannski eitthvað svona þjóðhyggjum mögulega svolítið. Svona persónulegum málum. Já, og líka þessi í raun og veru málflutningur að við þurfum að passa upp á velferðarkerfið fyrir þá sem að búa í þessu landi og við þurfum að venda það fyrir okkur sem að búum hér. Það kemur stundum fram, en það er ekki ríkjandi í málflutningi þeirra. Nei. En ég held að það er ofta sem að maður hefur á tilfinninguna þess að segja þetta, en þau eru oft með svona klassísk svona amerísk hægri mál eins og þau eru á móti þungunarofslögunum. Já, og það er eitthvað sem þau eru oft með afstöðu gagnvart útlendingu með Jóni Gunnarsson og félögum. Já, og það er eitthvað sem maður myndi ekki segja að sé vinstra hægri málum. Og það er hægt að kalla það, ef ásinn hana frjálslindi íhaldssemi eða frjálslindi stjórnliti. Það er alltaf mjög trikki að setja merki með þetta, en þetta er svona einmitt eitthvað svona
gildi sem að hérna til dæmis andstæðan við að hérna konur getur farið í þungunarof, ég man ekki alveg fram eitthvað, þú veist, það var verið að lengja tímabilið á þess að þeir þurftu að fá sérstakt leyfi að hérna það svona svolítið svona típist málefni sem sú afstaða svona það sem að maður myndi kalla svona íhaldssemi, eitthvað stjórnlyndi eða eitthvað áhersla á eitthvað fjölskyldugildi og hérna og fleira þeim dór, þessum að þeir eiga ekki sameiginlegt með öðrum vinstriflokkum sem að eru hérna í pólitík. En það að kjósendurnir séu svona vinstra megin við miðju en kannski forystan stundum slæs sig til hægri í stefnunni að því að kosningarannsóknin er svo langt aftur í tíman, var þetta ekki að sömuleyti svona einkenni á Framsóknarflokknum? Sérstaklega kannski í tímabili Halldórs Ásgrímssonar sem að færði flokki náttúrulega bara yfir í hægri flokk. En kjósendurnir voru ekki endilega hægri menn. Og svo náttúrulega kemur það að Framsóknarflokkur klofnar í miðflokki sem að virkar á mann sem bara hardcore hægri flokkur. Á meðan að Framsóknarflokkur sem eftir er einhvern veginn, það er eiginlega erfitt að segja þess að flokka saminast aftur. Það er eins og hafi orðið svona einhverju klofningur bara á svona fylginu þeirra. Hvað gerðist þarna eiginlega? Hvaða jarðhræringar voru þetta? Sko flokkurinn hérna einmitt sem að eftirvarð eins og kallar hann einmitt, maður hefur séð hann einmitt færast núna einmitt í átt að svona að hérna miðju og er kannski svona miðjuflokkur og hérna og bara þessi áhersla á velferðarmálin og barnamálin og allt það þannig að er hann gildin sem að fóru útrúnum ef maður getur orðað þannig það sem að hérna kannski miðjuflokkurinn stendur fyrir eru kannski sko ég myndi ekki kalla sko til dæmis þessi afstæða til innflytjanda eða afstæða til þungunarofsins eða afstæða til afglæpavæðingar fíknefna og fleira þeim dór, ég myndi ekki kalla það svona vinstri hægri málefni en það er alveg rétt að við sjáum oft flokka sem eru á hægri vagnum sem eru á móti afglæpavæðingu fíknefna, eru á móti þungunarofi, eru á móti hérna, samkynja hjónaböndum og fleira þeim dór en hérna og eru síðan líka hægri sinna þegar kemur að hvernig á að reka samfélagið þannig að þessi málefni eins og með þungunarofi og samkynja hjónabönd eru ekki eitthvað svona klassísk hægri vinstri málefni hvernig við erum að reka hérna samfélagið þá er ég að tala um að reka samfélagið með hversu mikil afskipti ríkja og hafa atvinnulífinu og velferðarkerfið og svo framvegis en við sjáum þessa afstöðu til dæmis varðandi innflytjendur ekki og það sem ég taka fram hér er að þetta er ekki klassist hægri málefni, hægri vinstri málefni og við sjáum þennan málflutning hjá miðflokknum en ekki hjá Framsókn, svo ég fari aftur í spurninguna sem þú komst með. Og þú sér líka miðflokkinu að gagnrýna ríkisstjórnina varðandi efnaðarstjórn og ríkisfjármál algjörlega frá hægri sko. Já. Mörgleði gæti Sigurður Andersen bara verið með þeim hann. Já, algjörlega sko. Og þetta náttúrulega segir manni að það er, flokkarnir er ekkit bara okkur einum ás eða einni hérna frá vinstri til hægri, þeir geta líka verið frá frjálslyndi, stjórnlyndi, þjóðhyggja, alþjóðhyggja. Er þetta einhverju svona hægri harðkjarni úr Framsóknarfylginu eða er þetta bara frá Sjálfstæðisflokknum? Það er nefnilega allavega í þessum gögnum sem að ég hef skoðað að þá verðast að vera að taka þeir taka frá Framsóknarflokknum og gerðu það sérstaklega þegar komið fram fyrst 2017 en þeir taka líka nokkuð mikið frá Sjálfstæðisflokknum þar að segja ef það er hægt að tala um flokk með mann ekki 6-8 hann var fekk töluvert fylgi hann á 2017 ef maður rétt sko 10,9 en þá er þeir að taka þeir voru fyrst og fremst að taka frá nokkur neginn til jafns frá Framsókn og Sjálfstæðisflokknum. Það kom einhverjum óvart sko, flokkurinn er þarna eitthvað starf dinglar þarna á milli. Herðu, en það er, við byrjum að tala um svona fjarrunda ríkisstjórninni og ríkisstjórnarflokkunum og það er svona breytingar sem hafa verið að það er mikið talað um VG, hvort að VG sé svona breytum eðli. Hvað er VG núna segja svona gamlir sósíalistar og skilja ekkert í þessu? Og
Getur þú svarað því? Getur það verið að, ég held meira sig að Katrín hafi ekkert sagt að þetta væri eiginlega svona framþróun í stjórnmálum að breyta kjósendur sínum einhvern veginn. Hún talaði nýsköpun í stjórnmálum og annað slíkt, þannig að hún var svolítið svona opin fyrir því að flokkar getur þróast og farið eitthvað. Þá náttúrulega kannski sitja ykkur eftir og skilja ekki lengur hvað þetta er. Getið þið séð ykkur svona eðlisbreyting af VG? Já, það er þeirra stórt spurt sko. Hvernig það sem Ögmundur segir, hann segir að það vanti bæði vinstri og grænt í þetta sé hreyfingi framboð. Já, akkurat, hann greinilega ekki ánægði með sinn flokk þessum myndir, ég veit ekki svona hvort hann er ennþá í flokknum. Ég held að sé í honum sko. Já. Ég sko veit ekki hvað skal segja. Ef að ég segja það er náttúrulega ótrúlegt að horfa bara frá sko 2008 að þá er VG búin að vera ríkisstjórn núna þetta er 3. kjörtímabilið sem að þau eru ríkisstjórn og það er náttúrulega bara mikil breyting af því sem að áður var hvort það var VG eða Alþýðubandalagið að þannig að VG er núna búin að vera í 8 ári ríkisstjórn á síðustu frá hruni. Já, frá hruni 13 ár. Og það er 14 ár og þeir eru búin að vera 9 ár. Já. Það er eiginlega bara ríkisstjórn Sigmundar Davíðs og Bjarnar Ben sem þau voru ekki ríkisstjórn. Já. Þetta er stórmerkilegt. Og hvort að það hafi gert sko flokkin í raun og veru meira hluta af kerfinu eða establishment eins og maður kallar það. Sem er nú ekki alveg í eðli Alþýðubandalagsins og þessar flokka, þetta eru gagnrýnendur kerfisins. Nei, það er líka kannski auðveldar að vera gagnrýnin og róttækur þegar þú ert ekki í ríkisstjórn. Og það er eitt af því sem að þau sem ég heyriði stundum íja að í raun og veru þegar þau eru svolítið svona verja sig. En það sem sagt þannig að flokkurum var svo lengi ef við hugsum bara VG var svo lengi í stjórnarandstöðu og þá var hún róttæk og gagnrýnin en svo hafa þau bara verið í þeirri stöðu að þurft að stýra landinu og fólk misánægt en eitt af það sem að mér fannst sko þegar þau komu inn í ríkisstjórn 2017 að því þetta er vinstrihreyfingin grænt framboð að þá fannst mér þau vera með svolítið sterkan leik í því að leggja áherslu á umhverfismálina þegar ég hafði alltaf svolítið saknað þessi gegnum tíðina, þetta var alltaf umhverfisflokkur en einhvern veginn fannst mér fara lítið fyrir þeirri stefnu í þeirra starfi þangað til að þau fóru ríkisstjórn 2017 en svo einhvern veginn er eins og það við horfum svolítið aftur ég finna það svona Þannig að bæði vinstri og grænið farið við svo Já, mögulega En það verður bara áhugavert að sjá bara hvernig þau ætla að spila úr þessu og ef maður fyrir að velta fyrir sér sko næstu kosningum sem að og það lítur út fyrir að þessi ríkisstjórn mun ekki halda að þá hvernig ætla þau að fara í kosningabaráttuna ætla þau að fara þau geta ekki gagnrýnt það sem ríkisstjórn hefur verið að gera geta og þá er ég að tala um alla flokkana í ríkisstjórn ef við tökum bara VG sem dæmi að það er nú frekar ótrúverðt sko ef að þeir færu að gagnrýna þá það sem að sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir eða framsókn eftir að hafa starfað með þeim í kannski 8 ár. Það verður alveg svolítið trikki. Ég held þetta, ég meina maður á ekki að spáninu í stjórnmálum sko. En Ég sá í ræðinu hans Bjarna á landsfundinu, þá sá maður svona að hann væri að hugsa þetta. Manstu þegar hann sagði eitthvað að í næstu kosningum þá myndi hann boða sko stórkostlegar skattalækkanir. Það var svona eins og væri eitthvað svona hugmyndum að þá myndi hann geta bara byrst og sagt að þetta er það sem við höfum alltaf vilja gera, gátum ekki gert það því við vorum með þessa flokka. En nú bjóðum við bara upp á, þannig það er möguleiki að bara allt í einu byrtast sem svona frummyndin af sjálfum sér. Einhverja svona bæningar. En við sáum að því út að rekja ríkisstjórnum eftir hrun og svo eru búin að vera í ríkisstjórnum núna í 5 ár og það gekk náttúrulega á í þingflokkunum, það bara hrundu af þeim sko, ég man ekki hvað það voru 5 þingmenn fyrir að skiptið, 2 á síðasta kjörtímabili, það hefur gengið mikið á. Sérðu eitthvað svona í fylginu? Bara það mingar, það bara skreppur saman. Og bara það er ekki að merkja að lástjætta fylgi sé farið.
ég hef bara ekki skoðað Kallanir svöfarnir. Það bara eitthvað sem maður þarf bara að skoða. Þess að gera dísilbílfarnir. Já, akkurat. Og VFG og náttúrulega vinstriflokkana hafa á tíðum oftast verið aðeins vinsælli með að kvenna heldur kalla en það er reynda sáralítill munur. Það stundu síðan í könnunum hjá VFG. Það sé svolítið mikil munur, allt upp í ég sá í einni könnunum var 80% en ég held að þetta er svo lítið það ég myndi aldrei draga neftina því. Með konur og kalla, já. En það er reyndar eitt sem er reyndar mikilvægt í sambandi í þann punkt leið og maður setur inn ef maður er að skoða fylgið og skoðar konur eru líklega til þess að kjósa til vinstra heldur kallar en leið og maður fyrir að skoða svona aðra þætti bara eins og félagslega efnahagslega stöðu eða afstöðu til velferðarkerfisins og svo framvegis að þá þurrkast þessi kynjamunur út sem að þýðir bendi til þess að konur eru kannski oftar í félagslegri og efnahagslegri lakari stöðu. Þess vegna kjósa til vinstri. Ekki að þau eru konur, þetta þau eru fátækar. Já. Herðu Eva, frábært að fá þig hingað til þess að spjalla flokkana og ríkisstjórnina. Við erum alltaf að tala pólitík hérna við rauðaborðið en við tölum að lítið flokkana hérna. Við erum alltaf að tala bara verkalýðspólitík og alls konar pólitík, heilbrigðismálum og húsnæðismálum og öllum. Þannig að það er mjög frískandi og skemmtilegt að fá að ræða þessum flokkana. Já, bara gaman að koma. Takk fyrir mig. Takk fyrir komuna og við ætlum að skipta núna yfir og við ætlum að fara að tala annað mál, við ætlum að ræða fíkla í veikri stöðu. María Pétursdóttir tekur við eftir augnablik. Já, hér við rauðaborðið er sest hjá mér Kristín Davíðsdóttir hjúkrunarfræðingur og verkefnastýra skaðaminkunar á Landspítalanum. Fyrrverandi verkefnastjóri skaðaminkunar hjá Rauða-krossinum. Stæðir. Já, velkomin. Takk. Heyrðu, þið eru á Landspítalanum, þið eru ekki svona hjúkrunarmóttöku fyrir einstaklinga sem að nota vímuefni í æð og segðu mér aðeins, þetta er svolítið... Forsögan að þessu er í raun og veru svo að þetta er þjónusta sem við veitum á göngudeild smitsjúkdóma og þetta byrjaði í raun og veru með því þegar HIV-smittaðir einstaklingar sem nota vímuefni í æð fóru að koma þangað og fá lyfin sín afhent svona misoft eftir bara hvað hentaði hverjum og einum. Síðan vatt það í raun og veru aðeins upp á sig þá fórum við að sinna meira svona öðrum tilfallandi vanda hjá þeim eins og til dæmis húðsýkingum og þess áttar. Það er langt síðan. Það er mörg ár síðan þetta byrjaði. Ég er að hugsa það líka ætli þetta sé ekki ég bara man það 10 ára eitthvað svo leiðis. Þetta hefur svona og þarna er fastur hópur sem kemur reglulega. Við erum með einstaklingar sem koma annarkvita, við erum með einstaklingar sem koma vikulega, mánaðarlega og svo framvegis. Síðan hefur þetta þróast bara undanfarin ár þannig að við höfum farið að sinna stærri hópi, þar að segja einstaklingum sem nota vímuefni í æð og einhverju hluta vegna eru eiga erfitt með að nýta sér hefðbundna heilbrigðisþjónustu. En að því sögðu og þá takmarkast þjónustan náttúrulega algjörlega við það að þetta sé annarkvort tilkynningaskyldir smitsjúkdómar eða sýkingar sem hægt er að meðhandla á göngudeild. Þetta, svona þín aðkoma að þessu, þetta er svolítið svona áhugaverð saga hvernig þú hefur farið hálfgerðan hring eða þannig, eða ekki? Jú, það byrjar þannig fyrir COVID, þá vorum við komin í samstarf, þá er ég starfandi á legudeild smitsjúkdóma og við unnum saman þá legudeildin, göngudeildin og síðan þeir aðilar sem að starfa í feltinu eða á vettvangi sem eru þá vettvangs- og ráðgjafatími Reykjavíkurborgar, úrræðin, ýmis íbúðarúrræði á vegum borgarinnar og svo frú Ragnheiður. Og við reyndum að koma á þessu verklagi að einstaklingar gætu leita beint inn á göngudeild og ef þeir þyrftu að leggjast inn að þá gætu þeir farið beint upp á legudeild án viðkomi og bráðamóttöku í raun og veru. Og þetta var mikil velvilji fyrir þessu samstarfi en síðan kemur COVID og svona skemmir öll okkar plön í raun og veru bara eins og allra þetta. Og eftir þannig lokin COVID tók ekki COVID bara svolítið yfir smitsjúkdómadeildina það tók bara yfir allt og á þeim tíma er ég aðstoðdeildarstjóra á þeirri deild og ég fekk bara svolítið svona nóg þannig að ég fer þarna sumarið 2021 og tek þá við frú Ragnheiði og verði verkefnastýra þar
og það sama sko síðan þar veturinn að þá opnum við neyslurýmið Ylju sem er náttúrulega mikil viðbót og hálfu ári eftir það cirka þá fer ég aftur á spítalan og kem þá inn í 50% starfa á smitsjúkdómadeildinni og 50% sem verkefnastýra skaðaminkunar á Landspítala sem þýðir þá í raun og veru að við erum að bara innleiða formlega þessa skaðaminkandi nálgun á sko vefrænum deildum eða svo leiðis hvítaspítalanum því geðið er náttúrulega sko lítur svolítið öðrum lögmálum eðlumálsins samkvæmt. Já, þannig að þegar þú kallar hvítu deildina hvítaspítalan, það sem er ekki geðið. Já, og það er svolítið skipt þarna. Sko það er það, og þá er hugmyndafræði náttúrulega svo sko að hérna fólk geti leitað þjónustu og fengi meðferð án þess að það sé gerð þessi sko skilyrðislausa krafa edrúmennsku. Ef þú ert að leggjast inn út á sýkingu að þá erum við hér að meðhandla sýkinguna það hvort þú kýst að nota vímuefni áfram eða ekki, það er bara ekki okkar að ákveða það. Og það er svolítið það sem að heilbrigðisstarfsfólk á erfitt með að bara framkvæma sko, að því við forræðisækjan er svo sterk en maður sér samt sko mun núna með svona nýjum kynnslóðum en er í kynnslóð sko yngra fólki. Já, þannig að ef þú ert að leggjast inn á spítala til dæmis þar sem að þú þarf bara að leggjast inn á deild út frá því að hafa lent í bílsleysi eða eitthvað svo leiðis, þá er bara ekki gert ráð fyrir því að þú haldir áfram á þínum efnum eða hvað? Nei, og það er náttúrulega hvergi gert ráð fyrir því sem er stór hluti ástæðu þess að einstaklingar þau vilja ekki fara á spítala. Nei, og það situr svo í fólki sko, þau lendir í því að fá svona neikvætt viðmót fyrir neita þjónustu, það er alltaf verið að efast og sért að segja satt, skilurðu að hérna, að við erum með einstaklingar sem bara hafa lent í ykkur fyrir 10 árum og þau harði neita að fara inn á spítala sem er náttúrulega mjög dapurlegt að þetta kerfi sem á að vera fyrir alla og þetta eru vissulega einstaklingar sem þurfa meira á þjónustuna að halda heldur en kannski hinn almenni borgari. Ég var að velta því fyrir mér að því ég var að lesa skýrslu eða rannsókn á konukoti sko, þar sem að talaðum að konur eru eða bara, fólk er oft með fíklar með ákveðna fordóma gagnvart spítalanum sko. Já. Af því að það upplifir að þau verði sjálf einhvern veginn jaðarsett þar inni. Og ég minna, þú veist, maður veit það bara þegar, þú veist, einstaklingur leggst inn á spítalan, þetta er mikið valdaójafvægi. Bara, þú veist, heilbrigðisstarfsfólk koma 10 manns á einhvern stofugang og hvað þá, sko, þegar einstaklingur tilheyrir þessum hópi að hérna, þú veist, það er bara oft mjög erfitt. En án því sögðu að þá er mikill velvilji mjög víða innan spítalans og það er margt að breytast en það tekur auðvitað tíma. En þið eru þarna í þessu verkefni í raun og þessari deild, þá eru þið mjög meðvituð vantarlega þetta og eru náttúrulega sérstaklega bara að leggja ykkur fram að leita eða sérst að veita þessum hóp góða þjónustu. Algjörlega og kannski bara líka þú veist að þetta er svolítið, hugmyndin er þannig að við reynum að setja þjónustun upp þannig að það eru ekki eins miklir eða margir þröskuldar eins og kannski þegar þú ert að leita á heilsugæsluna eða ert að leita á göngudeild þar sem þú þarft að mæta 9:20 því að þau það er meiri sveigjanleiki kannski. Já, og þá höfum við líka sko verið að taka kannski einstaklingar sem að sko þurfa að koma regli í sáraskipti eða eitthvað svona að þá er allt í lagi, þú mæti bara í dag eða morgun eða hinn og skilurðu, það breytir ekki öllu en þetta gerir það verkum að það eru einstaklingar sem ná að halda allavega betur utan sinn vanda en ella en síðan er hérna það sem við höfum verið að pröfa núna síðan fyrir jól það er svona sko það er náttúrulega óformlegt en þá sko samstarf við Frú Ragnheiði þar sem við reynum að nýta sko svona það besta af báðum stofnunum ef maður getur sagt sem svo því Frú Ragnheiði hefur með náttúrulega svo gott aðgengi að hópnum og að hafa eitthvað útsendara spítalans eða svo leiðis sem að sko það eigur sko hvað maður segja það eigur aðgengi þeirra að þjónustunni. Já, að spítalanum. Já, að sko það sé einhver sem þau treysta og þekka sýnilegur og þú getur hneift í hann
skilur þú þarft ekki að fara yfir alla þessa þröskulda, bara þú veist að panta tíma með rafrænum skilríkjum, hvernig gerur það þegar þú átt ekki síma, skilur við byrjum þar og svo kemur að mæta og það er langt í burtu og þú ert með 10 önnur aðkallandi vandamál þegar þú ert heimilislaus, þannig að það er svona hugmyndafræðin á bakvið þetta og það hefur gengið bara eiginlega vonum framar, þannig að ég er að vonast til og við getum byggt upp það sem að þið gerir þarna á deildinni, þið eruð í rauninni, þið eruð að kanna með smitsjúkdóma, þið eruð að veita þannig lagað bara svona heilsufarsþjónustu. Hvernig hafið þið einhverju svona, ég sá einmitt líka, ég sá einmitt í viðtali að fólk jáfnvel fær að stinga sér sjálft ef að þeir eru í rauninni veiti fólki það frelsi að treysti því fyrir og þar kemur aftur þetta sko forræðisækjana svo rík í bara okkur heilbrigðisstarfsfólki, við vitum best við vitum alltaf best en það er kannski, þú veist, og það er eina stóra áskorunum, að setja sjálfan sig og bara eigið viðhorf og gildismat til hliðar og þú ert búin að nota vímefni í æð í 20 ár af hverju ætti ég að þykjast vera betri en þú ég að finna út úr því hvað er gott að stinga eða skiluru og ég held að það sé líka lykillinn alltaf sko bara að sína ákveða æðruleysi þú er sérfræðingur, má ég og viltu leiðbeina mér því það er það sem náttúrulega þau eru ekki vön en að því sögðu þá er ekkert algengt að fólk sé að stinga sér sjálft en bara svona þessum, mér fannst þetta svona hressandi að sjá þetta en það er saman og við höfum gert á vettvangi sko því við bjóðum upp á skimanir fyrir HVF og lifrarbólgu og erum þá að taka bara blóðprufur úr fólki og og það er alltaf inn á milli einstaklingar sem vilja freka taka sjálfur og en hvernig gengur svona með, þú veist, að til dæmis ef að fólk reynist með lifrarbólgu C eða HVF eða eitthvað svolítið, hvernig gengur það síðan að vinna þá með framhaldið? Það hefur gengið ótrúlega vel varðandi HVF að þá hefur í raun og veru ekki, sko það hefur ekki orðin ný smitt núna alveg síðan 2016 í þessum hópi sem held ég að sé meðal annars bara vegna þess að það er mjög gott aðgengja nálaskipta þjónustu það er náttúrulega bæði frú Ragnheiður öll gistiskýli borgarinnar sem bjóð upp á það það er mjög gott utanumhald utanum þá sem eru smitaðir inn á göngudeild smitsjúkdóma þau hafa eru í mjög góðu sambandi við hjúkrunarfræðingana þar varðandi lifrarbólguna að þá er það náttúrulega stærri hópur og það er skemmri meðferð, það er ekki nema 12 vikur almennt hefur það gengið vel en það fyrir nokkrum árum þá var farið af staði þetta lifrarbólguverkefni sem var nú frægt og þá komu ótrúlega miklu peningar og það voru alls konar hvatar í boði og fólk var mjög duglega að mæta en svo þegar peningarnir voru búnir og verkefni búið að þá svona fór aðeins að halla undan fæti og við erum að sjá töluverða aukningu í endursmitum núna sem við erum þá að reyna að sinna á vettvangi og það við gengið mjög vel sko fólk er almennt vill að því þeim er umhugað heilsuna og fólk vill vita sko hvort það er allt í lagi og þjónustan sem við höfum þá boðið upp á er að hitta fólk vikulega með lyfin og það hefur bara reynst ótrúlega vel og sérstaklega sko segja þau sem eru ekki með heimili að ef þau fá mánaða skamt í hendurnar þú veist þá er mjög líklegt að þau týni því en ef við komum vikulega þá er það áminning það var að næsta spurning ég ætlaði að spyrja þau sko er ekki munur á fólki bara ef það er með fast heimili eða er að glíma við heimilisleysi bara hvernig það næri að halda utanum sín mál? Jú, það er það, algjörlega og ég meina það er bara grundvallar forsenda þess að geta verið með einhvern stöðuleika það er að hafa heimili hafa einhvern fastan punkt það er það þannig að það sé sér sjálf. En svo erum við líka bara með einstaklingar sem eru með ýmsar áskoranir sem að eru af einhverjum ástæðum svona svolítið fastir í þessum vítaring og ná ekki að halda utanum allt. Þannig að þeim hefur þótt þetta gott líka sko og þau hafa nefnt það. En við hittum þau eins oft og þau óska eftir í raun og veru. En ég meina, það eru einstaklingar sem að við þurfum bara að finna alltaf, einu sinni í viku, við tökum rúndin okkar og það er alveg ótrúlegt hvernig sumir eru bara komnir alveg á síðasta þriðjung af meðferðarinnar
Þannig að þetta maður þarf svolítið bara að vera tengdur og sýnilegur. Það þurfa að fylgja í rauninni eftir málum með því að vera úti á vaktinni líka. Já, og svo svo náttúrulega kemur alltaf fleira og fleira eftir því sem að maður eyðir meiri tíma er að vera á vettvangi og það eru líka svo einstaklingar því þau eiga með að liggja lengina og spítala það sem eru strangareglur og svona að þá eru þau að útskrifa sér sjálf og svona og þetta við líka boðið upp á möguleikan og því að fylgja fólki svolítið eftir á vettvangi að það fari ekki alveg bara búm eða svo leið Já, það kannski þau eyðileggi ekki fyrir sér kannski einhvern árangur sem nást hefur Já, og svo það síðast en ekki síst þessi bara tenging inn á þessa lágþröskulda móttöku eins og við köllum hana að það ótrúlega stór sigur því að það sem ég sá eins og þegar ég byrjaði frá Ragnheiði að það er svo mikill fjöldi einstaklinga sem að getur ekki hugsað sér að leita inn en ef maður fer með þeim kynna þau fyrir starfsfólkinu skilur þessu 5 ára aftur og allt í einu þau farin að mæta sjálf bara byggja upp traust Já, því þannig fólk getur hringt á undan sér og sagt en held sér að fá sýkingum og ég koma eða þau geta bara mætt og það alltaf tekið vel á mótið þeim og þú veist, og þeim finnst það geggjað og það geggjað, þetta bara frábær þjónusta en það alltaf bara synd að það sé ekki kannski fleiri aðilar sem bjóðu upp á þessa þjónustu að því það svo takmarkað sem við getum synd þarna Eru þið, hvað eru margir að leita til ykkar? Hvað þetta stór hópur? Þetta eitthvað stóra milli 50 og 100 einstaklingar sem að við höfum verið að þjónusta við erum í raun og veru höfum skiptið svo svolítið í 2 hópa þeir sem að koma eingöngu inn og svo þeir sem við erum að hitta á vettvangi en það einhver skörun þar þannig að ég myndi segja, svona milli 50 og 100 oft þetta svoleiðis að fólk tekur það koma svona tímabil þar sem kannski fólk verð statt og þá koma þau örar þurfa meiri þjónustu og svo kannski fer fólk og fer í meðferð og kemur ekkert í eitthvað tíma en það svolítið svona allavega að því að þetta þetta bara alls konar fólki, alls konar aðstæðum þó þau eigi það sameiginlegt að nota vímuefni einhver kynskipting þeir eru fleiri kallar eða fleiri konur sem koma til okkar á spítalan það eiginlega áhugavert, ég hef ekki skoðað það svo mikið að því að eins og í frú Ragnheiði þá verður það verið og bara í gegnum árin þá verður það cirka 3/4 sem eru konur Já, þannig að það eru fleiri kallar sem Það eru fleiri kallar en það eru svo sem ýmsar ástæður fyrir því líka konunar eru faldari hópur þær eru hvað maður segja, þær eru búa oftar svona inn á einhverjum eru kannski ekki heimilislausar skilur á sama hátt Nei, og svo fylgir því oft meiri skömm fyrir konur einhvern veginn því meður kannski þá vel út af börnum eða eitthvað svo les Já, og það náttúrulega hvað maður segja, þær dæma sér harðast sjálfar og það svona sem maður finnur líka oft á eins og fyrir jólin og svona koma erfiði tímar og það alltaf þetta, það ekki krónu en þær vilja það verða að redda gjöfum fyrir börnin skilur þetta, þannig þú veist það svo margt svona því að þú veist, það bara ótrúlega erfitt og reynist þeim erfitt það liðlega Já En það í bara svona í þessum geira í rauninni þannig að þessi skaðaminkuna geira það neyslurýmið sem þú tókst nú þátt í að opna það þarna fyrir einhverjum árum fyrir bara ári það bara svo stutt þetta var bara eins og til raunina og það var í rauninni gamli frú Ragnheiðar Bíllinn og núna verið að loka því neyslurými en ekki komin eitt annað í staðin eða hvað? Nei, því að þetta var hvað maður segja, þetta var tilraunaverkefni til 1 árs í þessum bíl og þetta náttúrulega hvað maður segja, þetta bara einn bíl og það ofsalega erfitt þetta svolítið þungar aðstæður og þetta náttúrulega svolítið þungum málaflokkur og að vera allan daginn inn í einhverjum litlum bíl það ekki létt og ég hef alveg pröfað það þannig að hugmyndin var alltaf að þetta færi yfir í varanlegt húsnæði því miður hefur ekki fundist húsnæði ennþá en ég veit að það mikill velvilji bara hjá öllum borginni, Rauða krossinum ráðuneytinu til að opna þetta og mér sé hjálpræðishernum hann hefur nú verið að tjá sig hann Yngvi líka
þetta. Þannig að ég á ekki vonu öðru en að það verði opnað í varanlegu húsnæði en hvenar nákvæmlega veit ég ekki. Nei. En það er alveg svona líka samtal heyri ég alveg á milli til dæmis borgarinnar allavega og eða hvað? Já, það er það og hérna og Rauðakrossins og það er allir í einhverju svona einhverju samtali og það er náttúrulega það sem er bara svo mikilvægt í þessum geira er að þú veist, mun alltaf eftir því að við erum ekki samkeppni og að reyna sko að dekka kannski þau þjónustugöp sem eru til staðar að því það er svo sko, hvað maður segja, dapurlegt þegar þú veist, fólk er að gera sömu hlutina svona hver í sínu hotni sko og það er svolítið sem við höfum séð eins og með þessu samstarfi okkar með frá Ragnheiði hvað það er hægt að nýta kraftana mikið betur þegar maður er sko með ólíka styrkleika og kemur saman og það eru þetta okkar vona að hérna þegar neyslurýmið er komið í varanlegt húsnæði að þá getum við tengt heilbrigðisþjónustuna þar inn líka, fyrir þá einstaklingar sem þangað að koma og ég hef ekki vona öðru heldur en að það gangi bara En hafið þið eru þið eitthvað í því að svona senda fólk áfram innan bara spítalans, þú veist, inn á aðra deildir eða er þið einhverju samtali við geðdeildina sko eins og ég sé geðdeildin sko starfar svolítið öðruvísi og við erum í raun og veru ekki miklu samstarfi við þau, nei. Alls ekki en innan sem sagt, þess hluta sem tilheyrir ekki geðsviðinu að þá hefur samvinnan almennt gengið mjög vel bráðamóttakan veit ég er í mikilli vinnu bara við það að bæta þjónustu við þennan hóp og það hefur gengið ótrúlega vel að mestu leyti við erum í samstarfi við einstaklinga eins og kvennadeildinni þar hefur verið tekið mjög vel í það að þessar konur fái hvað maður segja, svona skjóta meðferð því ofta er mikilvægt að grípa inn í sko þegar þær eru tilbúnar og hvort sem það er vegna einhverja kvenn sjúkdóma eða hérna, þörf á þungunarofi eða getnaðvörnum eða hvað það er sko þannig ég held svona almennt innan spítalans þá er mikill velvilji til að gera vel oft er það bara þannig að fólk hefur ekki tíma fólk er óörugt, það veit ekki hvað það á að gera eða hvernig það á að bregðast við og það er svolítið það sem við erum kannski líka að reyna að vinna að núna að hérna koma á svona skýrara verklagi og varðandi því vitið hvað má ekki og þetta eða hvernig ger ég þetta eða hitt því það er svolítið það sem maður heyrir kannski sérstaklega yngra fólk vera að kalla eftir Hvernig, nú ég er aðeins að velta fyrir mig líka varandi bara þennan málaflokk, nú heyrir maður einhvern veginn, maður heyrir vetur alveg rosalega hérna mikið af erfiðum sögum í gegnum bara kuldan og annað og að því að þú ert nú búin að vera þá alltaf tengt vettvangi líka finnst þér ástandi vera batnandi eða finnst þér þetta vera svona óviðunandi menn veturinn er bara búin að vera ótrúlega þungur ótrúlega þungur og ég meina þú veist bara að horfa á fólk einhvern veginn úti á hækjum í snjóstormi skilur að því að það hefur ekki aðgangan einu húsnæði við daginn það er bara ótrúlega dapurlegt svo það sé sér sjálft og varandi kallmennina þá er náttúrulega þau hafa ekki dagsettur eins og konurnar þannig að þeim hefur svolítið verið beint á bókasafnið þannig að ég set svona spurningamerki við sko því þetta er stór hópur ég meina þetta er mjög stór hópur og einhvers þar verða allir að vera algjörlega kaffistofa Samhjálpar er opin vissulega sko alla daga núna en það hefur verið vaxandi ásókn í þau eða hvað maður segja þeirra þjónustu og það er alltaf tróð út úr dyrum alltaf og það er ekki bara þessi hópur það eru ofsalega mikið bara innflytjendur og flóttamenn og hérna þetta er náttúrulega bara einhver samtök sem er að fjármagna sig í gegnum einhver framlög vantarlega það ekki jú, þetta er bara þyrfti bara hérna í kringum spænskuveikina og í upphafi síðustu aldar þá var held ég stofnað svona eldús fyrir sko fátætt fólk minni mig
þú veist, í Reykjavík, á vegum Reykjavík borgar. Já. Þannig að Reykjavík hefur hún alveg komið að ýmsu málum í gegnum tíðina. Jú, en það sem er kannski... Það sem maður velti fyrir sig hvort það ætti að vera eitthvað svona meira. Já, og þetta er sko, það er náttúrulega bara athyglisvert að þetta er allt frjáls félagsamtök sem er að veita þjónustuna í fyrsta lagi. Í öðru lagi að það er engin sveitafélög sem taka þátt, önnur en Reykjavík. Hvernig sveitafélögin í kring geta bara sko fría sig, það er mér hulin ráðgáta. Já. Því að svo hefur maður verið að lendi því líka sko þegar maður er aðstöð einstaklingar sem eru með búsetu þar eða hafa verið með búsetu þar en eru heimilislausir. Að það er oft á tíðum bara vonlaust að ná í félagsráðgjafa, það er vonlaust að fá húsnæði. Þú veist, þetta er svo galin aðstaða og þá koma þau til Reykjavíkur og sækja þjónustu. Já. Þú veist, vantar ekki bara einhver svona almennilega laga umgjörð í kringum þetta? Jú, algjörlega og bara heilstæða stefnu og fjárlög, það vantar auðvitað alltaf peninga. Þetta er svona, kannski hefur ekki verið mjög vinsæll málaflokkur að því þetta er oft krefjandi, þetta er náttúrulega einstaklingar með mjög miklar og flóknar þarfir en það verður auðvitað allir að taka þátt, það verður allir að leggjast á eitt. Við vorum að mitt fjallum aðeins í Rauðaborginu daginn brunan í vatnagörðum. Þetta er svolítið svona, já, mér fannst þetta svolítið tvíbent allt sko, því þarna segir eigandinn sem er gagnrýndur mjög mikið að ég meina það vill enginn sinna þessu, ég er búin að reyna að fá Reykjavíkurborg til að koma með vaktirinn og eitthvað svona, eða fjármagn og það, en það vill enginn sinni sem hóp. Þannig að maður svona velti fyrir sér. Nei, en það sem er náttúrulega líka kannski athugavert við það er, þú veist, af hverju það er sko hver sem geti opnað áfangaheimili, að því þau eru náttúrulega undanþegin svona ýmsum reglum sko. Einhverjum eftirlitsreglum. Já, og varðandi húsaleigubætur og annað sko, þá er það ekki bundið við sveitafélag og sem við sáum mikið þegar þetta var í Betra lífari Kópavogi. Já. Fólk að borga mjög mikið fyrir hvert herbyggi með við enga þjónustu ekkert eftirlit og þegar við vitum öll að þetta er náttúrulega fárveikt fólk sem er að nota þessi efni og hvað maður segja, þannig að ég set bara stórt spurningamerki við að það sé alltaf hægt að fara í nýtt og nýtt húsnæði en maður fær svolítið á tilfinninguna að En svo eru samt svo margir sem byggu þarna sko, að maður velti fyrir sér samt líka, ég meina það vantar greinilega, alveg sárvantar alveg hellinga úrræðum eða úrræðum fyrir alveg hellinga fólki. Vantar húsnæði. Já. Jú, og þetta er kannski líka og líka eins og maður sá í sko í kompásþættinum að þannig er fólk líka sem á mjög erfitt með að hugsa sér sjálft sem kannski fær inn í einhverjum úrræðum en það er engin að aðstoða við að við að þrífa eða það hafnar aðstóðinni eða eitthvað svoleiðis, þannig að þetta er mjög vandasamt greinilega. Já, og það er mjög algengt að maður heyri þetta að svo fær þetta fólk húsnæði og þau klúður að því alltaf. Já, en þá þarf maður svolítið að hafa í huga að þú veist... Þetta er náttúrulega bara veikt fólk. Þetta er veikt fólk og það er ekkert allir sem gunnar eitthvað heimili. Nei, það er ekki allir sem hafa lært það. Og ég veit að það stendur til hjá borginni núna held ég að fara í sko uppbyggingu á svona þrepaskiptu, hvað maður segja, húsnæðisúrræðum sko, sem ég held að sé mjög til bóta, en þá er það aftur bara borgin og hvað með alla hina, því það er bara fullt af fólki sem er falið þarna úti, út allt. Sem býr í bara alls konar ekki góðu húsnæði og enginn er að pæli því miður sko En það þyrfti, maður velti fyrir sig líka með hvort það þurfi ekki einhverju svona með heildstæðastefnu og betri lagasetningu og lagaramma í kringum þetta þannig að það sé þá líka einmitt sko leið og það er ábyrgð og ekki hver sem geti kannski opnað einhver svona úrræði en þá líka þurfi sveitafélögin að bera ábyrgð þau get ekki fría sig sko heldur Þannig, sem er svolítið svona það sem maður sér eins og þarna með vatnagarða sko, það vil enginn bera ábyrgð sem er mjög klassíst en já, ég veit ekki Þetta er mjög flókið, virðist vera flókið mál sko. Þetta er mjög flókið og en það sem gerir það kannski enn flóknara er einmitt skorturinn á þessari heildstæðu
stefnu og einhver svona sko lög og reglur. Já. En svo líka einhvern veginn einmitt, mér finnst líka alltaf svolítið tilhneiging til þess að sko eins og bara ef við tökum Reykjavíkurborg sem dæmi að setja fólk eða þennan hóp einhvert svona til hliðar, þú veist eins og í einhver gámahísi eða eitthvað. Já, ég held sko að það sé sko ég veit ekki með það, en það sem við sjáum alltaf þetta ekki í mínum bakgarði sko. Já, það veit enginn. Nei, en það er það sem ég er að velta fyrir. Að þetta sé nálagt sko, þú veist, frábært allir fá smáhúsi, bara ekki nálagt mér. Já, nákvæmlega. Þannig að ég held að meiri hluti allra búsættu úrræða sé svona cirka frá Klambratúni og út á Granda. Já. Og svo, ég veit ekki, það er kannski eitthvað smá annar staðar, en þú veist, það er bara eitthvað smotteri og hérna það var til síðast ég vissi fullt af smáhúsum, en það var ekki hægt að koma neðstæða fyrir. Nei, af því að vildi enginn hafa þau. Það vildi enginn hafa þau. Sínu hverfi. Já, og þegar þau voru sett þarna upphaflega í Gufunesið sko, að þá var ekki einu svona lýsing. En ég meina, er ekki til, ég meina nú til alveg svona íbúðir í húsum með sér inngangi og skilur í einhverjum svona fjölbýlum, þú veist, það er alveg, maður hugsa með sér sko, það er alveg verið hægt að hýsa einn og einn fíkil í sko einhverjum fjölbýlishúsum. Já, og það er alveg gert. Það eru sko fólk með á þess að fólk skilur, á þess að fólk sé endilega spurt skilur, það var ekki það. Já, og það eru þessar housing first íbúðir. Það eru alveg á nokkrum stöðum í borginni og sumstaðar er það sko meiri hlutin housing first íbúður, annars staðar er það bara einn og einn. Það er svona allavega, en þeir einstaklingar sem búa þar, þeir fá, ég held að sé alveg undantekningarlaust að þeir fái þjónustu eða stuðning frá sko vettvags- og ráðgjafateyminu. Þannig að þeir fá aðstoð við að hérna halda svona utanumhald og bara aðtefnir daglegs lífs, ef svo má segja, bara þú veist það sem þau þurfa. Þegar því fólk þarf mjög mikla aðstoð. Annað sem að maður sér mjög greinilega, það er síðan búsetuúrræðin sem að hafa verið flutt yfir í fötlunarflokk. Já, einmitt. Þar er allt í einu komið fullt af peningum og þar er allt í einu komið fullt af starfsfólki. Versus þar sem að er bara sko eitthvað búseta og ekki, þau eru ekki fötlunarmegin, ef maður getur sagt eins og að þá eru peningarnir bara mjög skortnum skammti. Ertu þá að tala um MPA eða ertu að tala um bara þjónustuheim? Nei, bara það er þetta sko, hvað maður segja, þetta er eins og Hringbraut 79 sem er hérna, þar eru bara einstaklingsíbúðir, en þar er fólk á vakt allan sólarhringinn, nokkrir einstaklingar. Sem er bara mjög mikil og góð og þörf þjónusta og við þyrftum náttúrulega að fá miklu meira af því sko. Þar sem fólk getur verið í sjálfstæðri búsetu en fengið þann stuðning sem það þarf. Akkurat. En það náttúrulega kostar. Já. Það er heila málið. Já, og þetta er kannski eitthvað sem að líka bara þá ríkið þyrfti líka að hafa meiri aðkomi að því að setja fjármagn. Algjörlega. Því ég held að þetta er alltaf sparnað þegar upp í staðið. Já, einmitt. Náttúrulega peningalega en líka bara þú veist varðandi mannréttindi og bara hérna svona hvað maður segja, fólk geti haldið reist og lifa með reist, veri ekki alltaf upp á aðra komin. Já, einmitt. Og líka þá kannski, og það kemur inn og kannski líka þessa hérna skaðaminkunar þetta skaðaminkunar viðhorf sko, að það er kannski líka, þetta eru náttúrulega bara, og við mögum ekki gleyma því að þetta er bara hérna fólk sem er að glíma við veikindi. Algjörlega. Algjörlega og það er kannski líka sko það sem við sjáum, það er hérna, það hefur alltaf verið svolítið svona rörsýni hefur mér þótt verðandi þetta, allir er að verða edrú og en það eru þetta ekki allir sem bara er ekki tilbúnir eða geta ekki eða vilja ekki. Stundum er lífið bara of sársaukafullt. Nákvæmlega. Og hérna, og það er ekkert endilega okkar að hafa skoðun á því. Nei, nákvæmlega. En hins vegar er það þannig að það er afskaplega takmörku sko meðferðarúrræði í boði fyrir fólk. Já. Og að því hún myndist á kompostáttin áðan þegar eins og hún talar mikið um þar hún vilji komast í lyfjaskömmtun. Það er ekki að hlaupið að því en það er alltaf talað um sko þessi svo gott aðgengi að frákvarsmeðferð á Vogi, súbóksonið. En svo er það bara þannig að ég meina ég sinni mörgum sem að hafa reyntað og bara, það hendar þeim ekki að þau vilja það ekki, en þá er aldrei neitt annað í boði. Nei, og það er það sem ég svona, og til dæmis bara sem heilbrigðisstarfsmaður sett spurningamerki við, þú ert búin að fara kannski 30 sinnum í meðferð og það gengur ekki. Ég meina, þú hlýtur að íhuga að prófa eitthvað annað.
einhver aðra tegunda meðferð en það ekki í boði og þetta aftur bara frjáls félagasamtök sem eru að veita þessa þjónustu sko. Þannig ég held að það sé klárlega eitthvað sem að vanti hér inn, það bara fjölbreyti leiki í meðferðarúrræðum. Það kom fram líka í þessum þætti að það eru einhverju læknar núna sem bara hafa mist leyfi tímabundið allavega af því þeir eru bara þrjóskast við að hafa upp á borðum að þeir skrifi út morfín og annað fyrir fólk og finnst í rauninni þetta bara frálegt að halda fólki í vanlíðan. Já. Sko, mér ekki kunnugt lækna sem hafa mist leyfið en hann vissulega birti grein hann Árni Tómas fyrir ekki svo löngu þar sem hann talar að hann skrifi út til veikra einstaklinga ég held að læknar almennt eigi mjög erfitt með það því það svona hvað maður að segja þeirra gildismat ekki þannig eða hvað maður segja en ég held að það náttúrulega bara ein af stóru áskorunum við það að sinna skaðaminnkun þú ert ekki að taka skaðan í burtu fólk stundar skaðlega hegðun það sem við erum að gera að reyna að draga úr skaðanum og þá kannski draga úr glæpum og annað með því að skrifa út lyfin ef við hugsum hvernig fólk fjármagnar neysluna og flestar konur ég meina við vitum það alveg og ég held kannski að fólk hefði bara gott af því að vera aðeins opnar og vinna sko nánar hlusta á einstaklingar sem eru í þessari stöðu því það kemur svo alltaf þetta fram og ekki síst á læknunum og kom hann í kjölfar greinarinnar hans Árna Tómasar en bara akkur fæði ekki á Vog svo gott að það gengja frákvæmst með þeirra á Vogi þetta svona sama rullan og ég seti með skjólstæðingi hjá lækni sem segir þú fer bara upp á Vog og fer þessa frákvæmst með og ég segi nei, ég held að það sé ekki hægt jú, vina mín, það alveg hægt skilur, ég veit betur og það hugsa ég bara hvað með góður og svo hvernig líður þá skjólstæðingunum þeir vita þetta alveg en það svona og þá kemur aftur þetta valda svo bara líka svona miljón flækjustig kannski í að því að þetta allt fólk með allavega skilur og sumir með margþættan vanda og allt að bara það að lappina Vog fyrir einhvern sko óháð hvaða meðferðir í boðu þar getur verið bara ómögulegt af því að þú þarft að vera með einhverjum í herbyggi og það ekki hægt, skilur þú veist, það getur verið allavega flækjast og þetta náttúrulega bara pínulítið land síðan það þannig að þeir einstaklingar til dæmis sem eru í meðadón meðferð á Vogi, þau þurfa að fara þangað daglega sækja lyfin ég veit ekki hvort að 5-10 mínútna lapp sko næstu stoppustuð frá Vogi veðrið galið það kostar að fara í strætó skilurðu, þetta eru svo margir þröskuldar þetta hvað maður segja það vantar fleiri úrræði það vantar fleiri meðferðarmöguleika og þeir þurfa að vera sko það þarf að vera veitt í nærum hverfi einstaklinga það ekki alltaf verið að hægt að sko ætlast til þess að þessir einstaklingar komið til okkar því að þau bara geta það ekki það bara svo leiðis þannig að það víða pott brotin jú, vissulega en margt kannski gott í gangi líka það fullt gott í gangi, það ótrúlega mikið öflugum einstaklingum sem að hvað maður segja, í þessu svona miklir eldhugar á víð og dreif það aukin vitundavakning heilbrigðisráðuneytið hefur verið að setja peninga í alls konar, núna það komni peningar til borgarinnar til að reyna að veita heimahjúkrun sem þessir einstaklingar hafa ekki fengið af því að þeir eru heimilislausir það fær ekki heimahjúkrun en svo margt sem þú færð ekki við það get ekki gefið upp lögheimilin eins staðar já, þannig ég held og við fóðum þarna, það fær að dreifa naloxoninu og heilbrigðisráðuneytið tók það yfir þau greiða fyrir það þannig að ég held sko það fullt í gangi en þetta tekur auðvitað tíma en ég hef svona trú á því að Er fíkni vandamálið að aukast á Íslandi? Ég veit það ekki. Maður heyrir oft sko alveg svakalega biðlistan á milli á Vog til dæmis og svo kom það fram í held í einhverjum að þessum þætti eða einhverju grein sem ég las að það væri
tilfinning, hvort það var fórstöðukonin í konukoti sem hafði þá tilfinningu að hópurum væri að stækka þar allavega. Já, jú, það eru fleiri sem eru að leita í skýlinn. Það kannski táknar ekki endilega að fíknivandamálið sé stærra. Sko, ég veit það ekki, en það er, ég meina, töluna sín okkur auðvitað að það eru hérna miklu fleiri sem eru til dæmis farnir að nota morfínskill lyf eða ópíóíða, það vitum við. Ég held að sé yngra fólk sem farið að nota það meira, það er mín tilfinning og það er það sem ég heyri, því að þau bara reynilega átta sig ekki á því hvað þau eru að nota eins og oxy, skilur þau, þannig að þvíleitinu, en alvarlegu fíknivandi, ég veit það ekki. Því þetta er náttúrulega svo margþætt og það er margt sem spilar inn í en þetta er stór hópur og ég meina það eru, sko það hefur verið hvað maður segja, línuleg aukning í fjölda einstaklingar sem leita til dæmis til Frú Ragnheiðar á hverju ári frá upphafi það er 600 einstaklingar sem koma þangað á ári hátt í 5.000 heimsóknir þetta er gríðarlegur fjöldi og þetta er bara hluti af þeim sem að nota þannig hérna það er ekki spurning kannski ekki alveg en samt svona að því svo ef maður hefur í huga sko, ég meina þú veist þetta er fólk sem hefur svo miklu heilbrigðisþarfir þetta er oflega banvænt sjúkdómur okkur erum við ekki að setja meiri pening í þetta og þetta er ekki bara einstaklingur sem deyr skilur, hver skipti sem einstaklingur deyri það er yfirleitt á nokkuð börn sem missa foreldri, það er fólk sem missi barn, missi sískinni skiluru og það er kannski eitt sem er langar svolítið að taka fram líka því það er alltaf svona, maður heyrir þetta með skaðamingun er þetta ekki hjálpa bara fólki að sprauta sig eitthvað svona, að skaðamingun snýr náttúrulega líka það, þú veist að byggja upp traust og grípa fólk þegar það er tilbúið og það eru líka einstaklingar sem hafa komið mikið í Frú Ragnheiði sem að hafa síðan á einhverjum tímapunkti vilja að fara í meðferð og þú séu búin að fara í 100 skilur og mistekist að þá er fólk það núti sem er ekki að nota í dag heldur að sinna börnunum sínum og hérna fjölskyldunni góðar sögur inn á milli og oft er það líka af því að Frú Ragnheiður hjálpaði þeim að komast þegar þau voru til skilur þannig að þú veist, þetta er margþætt Heyrðu, ég bara þakka kærlega fyrir Kristín að koma og ræða þessi mála eins við okkur takk fyrir og hérna gangi ykkur vel takk og ég vona að það opni eitthvað nýtt neyslurými sem fyrst ég hef enga trú á öðru nei þannig að við þakkum fyrir okkur í bili takk. Já, þannig að við þakkum fyrir okkur hér við Rauðaborðið í kvöld ég ætla að minna ykkur á að þið geti læka síðu samstöðurinnar bæði á Facebook og YouTube og dreift efninu, við erum okkar eigin dreifikerfi. Þið geti gengið Alþýðufélagið og síðu samstöðurinnar undir hnappnum skráning og við verðum hér aftur með Rauðaborðið annað kvöld.